hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í Byrjum hér á léttu lagi með S.A. Sól. Við erum velkomin í Þjóðmál, Hörður Ægisson og Sólveig Anna Jónsdóttir. Takk. Í fyrsta skipti í Þjóðmálum en þú varst nú á kosningasólunni hjá okkur. Já, algjörlega. Áttir sterka innkomu þar. Takk fyrir, það var mjög gaman. Takk Ekki? fyrir mér, jú. Já. Sko, ástæða fyrir byrjum þessu lagi. Það er ekki bara því að við erum hér samankomin á ný og það er þó að það megi margt það segja. Heldur á meistari Helgi Björnsson, hann á afmæli 10. júlí, daginn sem þessi þáttur fyrir lotið. Þannig að heldur betur. Þannig að eru ekki Helga Björnsson aðdáendur? Ég skal bara segja að það hér og nú. Já, ekki. Jú, ég er það nú. Fyrsta viðtala sem ég tók á ævinni var við Helga Björnsson. Það var nú bara ég held ég að vera í 7. og 8. bekk í grunnskóla. Þið tók viðtala á hann. Svona því ég voru að spyrja. Já. Og varst á orðin aðdáandi. Já, ég var aðdáandi. Já. Þannig að, og er enn. Ok. Það eru skál fyrir honum. Við verðum með Sólveig Anna. Ég veit að þú ert mikill unnandi í kampæins. Já. Eða ekki? Við skulum líka bara segja það hér og nú. Já, það hefur verið fjallað það í Þjóðmálum áður. Það? Já. Það er aldrei logið í Þjóðmálum. Nei. Frendiðin Stefán Einar, hann hefur ítrykkað sagt það hér. Þannig að Styrmir, hann vildi endilega senda Styrmir á kampænsjölinu, vildi senda Charles Heidsík árgangakampæn 2018. Hvað gerist 2018? Þá var ég kosin formaður Eflingar. Heldur betur, já. Til dæmis. Meðal annars. Mikið merkisár. Þannig að við tengjum þetta allt saman þetta. Svo erum við með þetta veitingar frá kjöttkompaníinu og frá Kalda og þú ætti að fá mikið að gjöfum í dag. Frábært. Gjafir frá talsmönnum auðvaldsins. Bara ekki sem að gleða meira. Nei, ég veit að það er bara Ég er hvort sem er kölluð auðvaldshækja og hverjum einstu degi núna á ég að láta ganga eða? Já, þú ræður. Takk. Það er Facebook-veggur minn undirlegar á því sem fólk er Já, við ætlum nú að ræða það aðeins hér. Segja að ég sé að fá mútur og svona, þannig að þetta mögulega eru þá fyrsta svona mútugreiðslan. Já, og hún er bara í mynd, sko. Þannig að fyrir ekki fram með neinum. ég hef heldur ekkert að fela. Hvernig finnst þér að fá svona blammeringar á veggiðin? Sko, ég er náttúrulega, eiginlega öllu við hann. Já. Og hef náttúrulega verið meðal hans af í það minnst þér, kannski þér, ég þekki það ekki nú vel, blammuruð. En mitt þarna í kjölfar þess að ég var kosin 2018. Þannig ég er ótrúlega mörguvön og svo hef ég nú svo sem alveg slegið frá mig líka og mögulega stundum verið fyrir til að sparka. En mér finnst leiðilegt núna þessi svona trillta stemning þar sem að ég er alltaf komin í lið með þú veist, einhvern veginn samherja prinsum. Já. Og einmitt orðin einhver auðvaldshækja, leigari, mútuþegi, það er svolítið svona látt gengið. Finnst þér öðruvísi að fá blammeringa frá okkur, auðvaldssinnunum eins og kallar okkur, eða þú veist, venjulegu fólki sem er kannski, venjulegu fólki, ég veit ekki hvernig, bara öðrum sem hafa verið, ég segjum bara stuðningsmenn eða aðdáendur hingað til. Sko, ég þoli það líka alveg, en sko ég einhvern veginn trúið því ennþá sem að ég hef ávallt trúað að við eigum að geta tekist á og við megum einmitt vera bara mjög hörð hvert við annað og ganga langt í okkar gagnrýni en við eigum kannski að reyna að draga mörkin við það að stígi manneskja fram og lýsi skoðun með svona fremur málefnalegum hætti og sé bara tilbúin til þess að taka einhver svona debatt að við eigum kannski ekki að svara þeirri manneskju með því að gera henni upp eins viðbærslegar skoðanir og sakir og hægt er. Mér finnst það svona ekki uppbyggileg nálgun og mér finnst það skrítið í þessari umræðu hvað mjög stór og hávær hópur jáara er hvað segir maður á íslensku svona bara einhvern veginn búin að missa tengslin við bara svona einhverja jarðtengingu, svona unhinged eins og maður myndi segja en auðvitað veit ég að þeir jáarar sem að horfa á þetta og hlusta á mig segja þetta hér í fjölskap með ykkur taka þetta auðvitað sem sönnun á því hversu viðbýrslega ég sé þannig að það er eiginlega ekkit auðvelt svona að komast í gegnum þetta sko. Já. En það er bara aldrei svo sem auðvelt að komast í gegnum alvarlega og mikilvæga mál. Það er oft þannig. Sko það er náttúrulega svo við byrjum nú bara einhverja dagskrá hér, þú veist, við erum bara búið til svona, meldu okkur aðeins saman fyrir þennan þátt hér og meðan sem við erum okkar hér í Amber sem eru með þessar rafstöðar, ertu á rafmagnsbíl eða? Ég keyri reyndar ekki sjálf, ég tek strætó og hjóla, en maður minn keyri svona hýbrid, þannig að hann stingur alveg oft í samband. Já, þá þarf hann að vera með svona stöð. Þannig að það var greinilega vel góð tengingin
sjálfstæðarsalinn við Östuvöll á mánudaginn þar sem að áfram Ísland, uppasundur áfram Ísland fór fram. Þannig að maður voru vel hlaðnir þar. Þannig hefnaðist alveg gífulega vel. Þú ert nú stofnaðalega þessum samtökum. Já, það er vist. Ha, Það er vist. þannig að þú og Halldór Benjamín og Ég haldi Benjamín alveg verið mér bara stöðum samskipti þessa dagana. já, Gamlu vinirnir. bara Sameinaðir á nei. svo við byrjum á því bara hvað fær Sólveig Önnu og Halldór Benjamín til að vinna saman einhverju verkefni? Já, við erum í það minnsta sammála það að Ísland, að það sé ekki gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusamdið. Þrátt fyrir það að ég telji að mörg af svona rökunum sem við höfum fyrir því að ástæðarnar séu mögulega mjög ólíkar. En sem bara fullorðin manneskja sem tek pólitíku mjög alvarlega og sem tek samtímann sem ég bý í mjög alvarlega, þá getur það ekki verið afstæða mín að vegna þess að fólk sem ég er ósammála mjög margt sé sammála mér eitthvað tiltekið mál, að það þýði að ég eigi þá að gerast ósammála sjálfur mér til þess að einhvern veginn friðþægja aðra. Og Halldór Benjamín hann hafði samband við mig og svo ræddum við afstöðu okkar gagnvart þessu máli og ég sá ekkert að því að taka þátt í stofnun þessara samtaka vegna þess að ég raunverulega af fullri einlægni til að hagsmunum Íslands og fólksins sem að lifir og starfar hér á þessu landi sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Hörðu, þú vantar fyrst með fréttum að þessum uppasfundi og svona því sem eftir að kemur? Ég mætti á fundin. Já. Ég var einn af þeim 4 mörgu sem mætti tiltölulega snemma, hélt ég. 10 mínútur korter í 5. En komst ekki inn í salin, í NASA-salin, þar sem hann var þegar hann fullur af mörgundur manns. Já. Þannig að ég ásamt mörgum öðrum að vísa í 2 aðra hlíðasali. Mætti ekki koma alveg ánægilega óvart. Maður hafði kannski ekki vonað því að það myndi að mánudegi klukkan 5 í byrjun júlí 700-800 manns leggja leysina til að koma á svona stoppfund. Hann var feikilega vel heppnaður og þú veist, það er held ég engan hallað átt að ræðan í Ólafur Ragnar Grímssyni hafi svona kannski staðið upp úr. Þótt að skilabóðum sem komið frá allir ræðamennum hafi verið ólík og hann haft svona ólíka hluti fram að færa, þá hann var þetta var mjög vel heppnað og svona slær held ég vel taktinn fyrir þess að koma skal. Ég kann að meta svona uppleggi sem hann mátti heyra í ræðu Halldórs Benjamíns þegar hann var að kynna fundin. Það væri verið að leggja áherslu á það að þessi barátta þá þeirra sem ætla vilja að Ísland fari ekki áfram í aðildarviðræður eftir þessu kosningar. Þetta eigi að vera málefnileg kosningabarátta. Það sem verður lögð áherslu á styrkleika Íslands utan sambandsins og menn fari ekki að leggjast svona á eitthvað lágt plan eins og mjög mikið í umræðinu meðal annars eins og Sólveig Anna að lýsa á hálfu sumra jásinna, þetta þetta alveg í báðar áttir eitthvað. En ég held að það sé ekki gagnlegt að öfgafyllstu raddirnar hvort sem þessi já eða nei megin eigi að vera eitthvað sammerki fyrir hvora hreyfingu fyrir sig. Þóttu auðvitað ég sem ætla að kjósa nei skynji það meira hjá mönnum. En það er bara það sko. Já, maður hefur líka alveg séð einhverja nei sinna að vera að kalla jámenn, landráðamenn og eitthvað svona. Já, það er bara dæmis sem sjálft. En ég sakna þess allavega að því að maður vill að það sé efnislu umræða, málefnileg umræða sem verið að þá þetta sakna maður þessi jámein að það sé verið að koma með rök fyrir að Ísland eigi að fara inn í ESB. Hvaða kostir fylgja því að Ísland sé aðal ESB? Og umræðan þetta hefur aldrei farið á þann stað hvorki af hálfu Þorgerðar Katrínar og sérstaklega ekki Kristrúnar. Ég heldur fólksins svona ef maður lefur að segja sletta fólksins á gólfinu sem að reka baráttuna fyrir hönd í ásina. Og það kristallast mjög mjög í nafnunum sem þau samtök gefa sér, já til að sjá. Einmitt. En það er einhvern veginn það sem svo engild í þessu. Þú ert með fólk sem búið að vera hlynt yngöngu Evrópusambandi í 20-30 ár og þetta allt inn að fá bara að kikja í pakkan og skoða málið, sko. Þú veist, og síðan bregður það einhvern veginn, það einhvern veginn farið að stilla upp þeim mælsku brögðum. Ég sá í mjög góðri grein sem Sólveig Anna var með í Helgablaði Morgunblaðið sem svona tæklaði þann punkt að það sé nánast einhvern veginn svífurilegt á hálfu fólks sem allar kjósa nei að taka af öllu öðru fólki, almenninginni gæsleppa,
réttin til þess að geta fengið að sjá hvað í pakkanum. Já, ég Þannig að þetta sé svona dónaskapur þetta er mjög að segja nei skrítið. í kosningun í ágúst. Já, ekki Rosalega bara svona- dónaskapur heldur bara sko andlýðræðislega Andlýðræðisleg. hegðun sem að bara bera fordæma og fólk er að skammast sín og einhvern veginn að Já. halda sér þá bara heima og raunverulega að sko og svo er einhvern veginn fólk sem ætlar að segja nei núna í þessari fyrir atkvæðagreiðslu eða þessari atkvæðagreiðslu 2009. Það er einhvern veginn málað upp sem einhvers konar illmenni en ég baði ekki þessa atkvæðagreiðslu ég en ætla aftur að taka auðvitað þátt í henni og ég lít bara á það sem skyldu mína sem borgara að taka þátt í alþingis atkvæðagreiðslum, þjóðaratkvæðagreiðslum bara þeim pólitísku atkvæðagreiðslum sem að boðið til og gerir það í hverju einustu atkvæðagreiðslu sem að haldin en það voru auðvitað stjórnvöld sem boðið til þessar atkvæðagreiðslu þannig að ef einhver á að axla einhver ábyrgð á því að það hafi verið gert þá hljóta það að vera þær valkyrjurnar, svo kalluðu þannig ég skil ekki alveg okkur fólk þá ekki beina sjónum sínum að þeim og krefja þær þá svara það og svo hef ég séð líka frá þessum jásinnum sem eru að láta eins og þau sem ætla að segja nei 29. ágúst séu einhvers konar dullisokkar að bara atkvæðagreiðslan í sjálfu sér sé einhvern veginn einhver mistök eða með því að halda hana sé verða að framkoma einhvern glæp en ég skil það heldur ekki vegna þess að það er auðvitað augljóslega svo að síðasta kosninga í aðdraganda alþingiskosningana sem að samfélkingin svona tók og myndaði svo þessa ríkisstjórn með Viðreisn og Flokki fólksins þá voru Evrópusambands aðildar viðræður þetta var ekki málið og ég var alveg tilbúin til þess að og ég var raunverulega að mörgu leyti mjög hrifin af Kristrúnu ekki það ég held ég sé ósamálunni mjög margt að mér fannst hún vera málefnaleg og mér fannst hún vera glæsileg ég skildi mjög vel hvers vegna fólk var tilbúið til þess að kjósa hana hún var örugg og hún hafði svona hún var mjög alvörugefin og mér fannst það til dæmis rosalega gott mér fannst það þægilegt að sjá mannesku sem var svona alvörugefin gagnvart þessu stóra og mikilvæga verkefni og mér fannst það svona viðeigandi en aldrei nokkuð tíman var maður að hugsa nei þetta þær munu bara strax einhvern veginn fara með okkur út í þessa vegferð og við förum þá á þennan erfiða stað sem við erum komin á núna þar sem við erum auðvitað orðin mjög partisan þar sem það er bara já og nei-fylking og fólk er einmitt að rífast hluti sem að mögulega við hefðum alls ekkit vilja vera að rífast þannig að þess vegna skil ég ekki afstöðu vissra já sinna til þess að þessi fyrri atkvæðagreiðsla svokölluð eigi að vera haldin það er bara betur átt að sleppa henni það hefði aldrei verið hægt vegna þess að þessar kosningar snerust ekki það hvort að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið eða ekki og Flokkur fólksins að sjálfsögðu kampaðnaði bara ekkert á því þvert á móti við vilja ekki ganga í Evrópusambandið en það er einn flokkur af þessum þremur þó að eins og allir vitið er samfélkingin það er ekki þingberðarhluti fyrir málinu þannig að hvernig hefði verið hægt að komast hjá því að halda þessa fyrri atkvæðagreiðslu þannig að þrátt fyrir það ég hefði mjög glöð vilja sleppa við þetta þá ætlum ég samt að segja að fyrst að það er ákveð að fara í þessa vegferð þá gefur augulega að það er urðu að halda þessa fyrri atkvæðagreiðslu það var aldrei hægt að komast hjá því aldrei nokkuð tímann Ef maður grípa í bolta sem Sólveig sem ég verið mjög hugsi yfir undanfarnar vikur og mánuði alveg réttilega eins og Sólveig sagði þá kom Kristrún fram eins og alvöru gefin stjórnmálamaður í aðdraganda kosningum og það er alveg kunni maður alveg að margt að meta sem hann sagði, hvernig hún bar sig og maður var ekkit sérstaklega neikvar í garð ríkisstjórnum þó hún var sett á fótinn fyrir 80 mánuðum síðan. Maður hélt að væri allt saman alvöru gefið fólk sem tæki pólitík alvarlega. Núna í 2 risastórum málum, við ræðum kannski betur seinna eftir stöðunni í efnahagsmálum, en þar finnst manni Kristrún og Þorgerður Katrín og annað fórstufólk í ríkisstjórninni ekki taka þau óvíðu ský sem eru augljóslega lofti í efnahagsmálum að neittni alvöru. Þau tala hlutina eins og þau stöddu einhvern hliðarveruleika og svo framvegis. Og síðan kemur þessu risastóra máli sem sennilega stærsta mál sem komið upp í íslensku samfélagi í marga áratugi. Allan að frá því að var síðast efnt til þessara aðaldaviðrana við ESB fyrir 15 ára síðan að fara í þennan leiðangur með nákvæmlega engan meiri hluta baki sér, hvorki í ríkisstjórninni né á þingi og þess þá heldur á meðal almennings að fara inn í ESB og þau gera það samt með þessum
þá átti engin von á því, í fyrsta lagi að þetta yrði kert á þessu svona mikið og fast og með svona skömmu fyrirvara og gert einhvern veginn með svona miklu sleifarlægi eins og maður upplifir það, lítill undirbúningur og reynt að Og vilja ekki ræða efnis að og þeim reynt, málsins. já, bara glemdu því, þú veist, við ræðum það bara eitthvað setna þegar það er komin eitthvað samningur á eftir mörg ár, þá verði þetta vega og meta kosti og galla, hvað svona þvæl er þetta þannig að þetta líkt til margsum það, þetta fólk er ekki alvörugefið, það er ekki til í að nálgast þessar hluti með þeirra alvöru sem á skilið og líka bara gagvar kjósendu sínum á almenningi þannig að Já. Það er hérna, ég sá að þessi svo hópur eða samtök áfram Ísland voru að gefa út skýrslu í gær sem var nú birt á vef þeirra stöðuna stráka, við erum með linka á þetta, eða ekki, var þetta ekki umfjöllun og fjallaðum þetta á vef viðskiptablaðsins. Ný skýrsla sem var gefin út í vikunni, þar sem var fjallað bara lífsgæðin á Íslandi, þú veist, í samanburði við önnur ríki og Halldór Benjamin kom svolítið inn á þetta á fundunum, þú veist, hérna á mánudaginn. Þú veist, er þetta ekki eitthvað sem að þarf að vera meira í umræðinni? Bara stað okkar gagvart í samanburði við önnur Evrópuríki? Já, menn allan að partur af umræðinu, þetta er alls konar snertiflit sem er þetta nálgast þetta umræðefni hvort Íslandi sé betur hann að borgið inn á sambandsins. Eitt af því er þetta bara að sjá hvernig Íslandi hefur vegnað efnaðslega undanfærin 15 ár, svona sérstaklega, þegar svona frá og með því að Ísland frá því með að var svona eitthvað viðspyrna hérna í íslensku efnahagslífi eftir bankarunnið og okkur hefur tekist þetta einstaklega vel upp svona á flesta efnahagslega mælikvarða. Auðvitað átta ég mig á því að það er ekki að staðan innan 27 aldaríki ESB er ólík og það getur oft verið kannski ekki rétt að bera saman eitthvað meðatöl en engu og síður þóttu við myndum bera Ísland saman við allra ríkustu þjóðunar í Evrópu sambandinu þá erum við á flesta mælikvarða að skara fram úr hvað það varðar. Þessi þarna eins og bendur á þessu eitt atriði í skýrslunni, þetta er bara að líta til kaupmáttar ráðstöfunar tekna og Sólveig Anna og hennar fólk í verkalýðshreyfingunni getur augljóslega að klappa sér á bakið að stórleita þar, hvað þeim hefur tekist vel til í að ná fram launahækkunum. Þú veist, ég hef vissulega gagnrýnt það að einhverju tíma sem Sólveig Anna er örugglega búin að gleyma að mér þætti hefði þótt svona verið farið heldur og langt og hann stend alveg við það, en ég held samt að ég get alveg verið sanngjarn að segja að afleiðingan af því að hækka launin svona mikið og rætt að það var kannski meiri innistæði fyrir því heldur en ég held á sínu tíma. Afleiðingarna hafa ekki verið jafn slæmar, þótt að þessu vissulega eins og bara alltaf einhverjar áskoranir í stöðunni. En þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað atriði sem fólk hlýtur að velta fyrir sér þegar það er ákveða að segja já eða nei í loka ágúst, sem mér finnst vera spurning um það hvort að fólk vil raunverulega vilji askja inngöngun í ESB vegna þess að þú ert að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara alla leið með þeim tíma, kostnaði, orku og allt sem því fylgir og annað situr á hakanum og annað verður ekki til að meðan og hvort að þú haldir þá að með því að verða aðilega þessu sambandi og þú þarf líka að velta fyrir þér hvernig verður þróun sambandsins næstu árin og áratugina, ekki eins og að það sé eitthvað fast í dag og spurðu þess spurningar meðan með hliðsjóna þegar þú veist bara sögunni og hvernig staðan í Íslandi í dag efnahagslega mun okkur farnast betur og ná ennþá betri árangri þannig í þessu sambandi heldur við myndum gera fyrir utan þess og með þann EES-samning og annað samstarf sem við þetta eigum við Evrópusambandi. Þú veist, í mínum huga er svarið mjög einfalt, já ég segi mjög einfalt, ég held að það sé hagsmunir Íslands sé alls ekki betur borgið en sambandsins. Já. En eins og fyrir þér, er þetta vinnumarkaðsmál eða? Já, þetta fyrir mér er þetta kannski akkurat á þessu tímúti fyrst og fremst vinnumarkaðsmál. Ég hef fylgst með Evrópusambandinu, ég fylgdist með Evrópusambandinu og svona aðgerðum Evrópusambandsríkjanna og Seðlabankans og svo framvegis mjög mikið í kjölfar hrunsins. Þá stofnaði ég ásamt félögum mínum
hér á Íslandi, Íslandsdeild Attack samtakana sem eru samtök sem voru stofnuð í Frakklandi 97-8 og hafa haft það sem sitt svona helsta markmið að greina og berjast gegn nýfrjálshyggjunni og afleiðingum hennar og við nutum mjög góðs af samskiptum við norðmenn, norðmannadeild Attack og Benedikt Prínet Hansen sem að þá var formaður Attack samtakana í Noregi, hún einmitt ólst upp pólitískt í Ungdom mot EU samtökunum í Noregi og hefur, ég veit ekki hvort hún ennþá að þingi fyrir rauðaflokkinn í Noregi en hérna í það minnst að mjög flott og glæsilegt fólk og hérna við lærðum mikið af þeim og svo í kjölfar evrukrísunar 2010 þá beindum við sjónum okkar mjög mikið og markvisst að því sem var að gerast í Evrópu og stóðum fyrir stuðningsfundum með Grikklandi, vorum að héldum út í VF í Heldna sem sér ennþá í loftinu þar sem að fólk getur farið og skoðað og þar vorum við með greinar sem að við sjálf vorum að skrifa, vorum að þýða greinar og svo framvegis og þessi hérna svona skoðun mín og félaga minna þarna á viðbröðum Evrópusambandsins við þessari evrukreppu, hún sannfærði mig þá bara alveg ef ég hafði ekki verið sannfærð áður sem alþjóðasinnaður sósíalisti og hérna einhvers konar marxisti, þá varði ég það þarna alveg að hagsmunum alþjóðu fólks og verkafólks getur ekki verið betur borgið inn í Evrópusambandinu heldur en utan og það var vegna þess að þarna var eins og þið auðvitað vitið og eflaust margir sem eru að hlusta á þennan þátt farið í þessa aðferð sem að evran neyðir löndin til þess að fara í þegar að óumflýjanlega kreppa kapitalismans saman með hvað hætti hún birtist mun koma vegna þess að þið vitið það líka eins vel og ég að það kemur alltaf kreppa í kapitalismanum það er þá greiðlega mikið atvinnuleysi, greiðlega niðurskurður hrikalega aðför að bara lífskjörum alþjóðu fólks niðurskurður í lífeyrisgreiðslum, ellilífeyri bótum til fólk sem að einhverjum ástæðum getur ekki unnið sala á ríkisegnum sem að þið reyndar báðir fílis en er náttúrulega bara glæpur gegn skattgreiðendum vegna þess að þetta eru eignir okkar og þá ekki þú ætti ekki að vera að selja ríkisegna til þess að borga þýskum bönkum einhver ólögleg lán og svo framvegis og þannig að þetta er svona kannski grunnurinn af því að ég mun aldrei geta fallist á það að þarna sé hagsmunum venjulegs fólks betur borgið en svo út frá svona stöðu vinnumarkaðsmála sem ég hef auðvitað verið að skoða mikið og kynnst mikið eðli málsins samkvæmt síðan árið 2018 þá er það svo og það kemur til dæmis fram í skýrslunni gjaldmiðlamálin sem ég kalla skýrsluna staða ég hef ekki lesað hann alla, ég tek það fram en ég hef lesið kaflan vinnumarkaðsmódelið okkar og þar kemur fram eins og auðvitað allir vita og ekki er hægt að líta fram hjá að vinnumarkaðsmódelið sem við höfum er að mörguleit einstakt og það sem er auðvitað merkilegast eða eitt af því merkilega við það er þessi greiðlega háa stéttarfélags aðild sem að hér er þar sem að það byrja 90% launafólks eru í stéttarfélögum og það kemur fram í þessari skýrslu að þetta er raunverulega þvert á þá þróun sem á sér stað í öðrum Evrópulöndum þar sem annarkvort stéttarfélag aðild stendur í stað eða fer minnkandi þá er staðan bara allt önnur hjá okkur og það er bara okkar lagalega umgjörð þegar við bara gert það að verkum að við búum við þetta módel sem að ég hef verið oft mjög hávær gagnrýnandi að vegna þess að ég hef talið að verkalýðshreyfingin, alþjóðsambandið og aðrir ættu að beita sig með öðrum hætti en það breytir því ekki að möguleikin til þess að nota þessa hreyfingu hann er til staðar, hann er mikið afl við í Eflingu höfum lagt mikla áherslu á það einmitt að nota þau tól og tæki sem við höfum og höfum gert það oft á tíðum með mjög árangursríkum hættu ég til dæmis sem miklar áhyggjur af því að verði farið inn í Evrópusambandið þá muni þetta breytast. Það gerist kannski ekki yfir nótt og að sjálfsögðu verður það ekki þannig að það komi einhver skipunni frá Brussel það hér verði að fara niður með stéttarfélagsaðild einhverja 20% en ég hef miklar áhyggjur af því að þegar að mál fara að þróast þá muni hagsmunir stéttarfélagana og hagsmunir fyrirtækjaeiganda og kapitalistana rekast á með þeim hætti að það komi skipanir að utan það þurfi að fara að tweaka þessu módeli okkar til það vil ég ekki. Svo hef ég líka kynnt mér og var einmitt núna fyrir skemmstu í París á ráðstefnu þar sem að var verið að skoða aðstæður fólk sem að annars vegar starfa við ræstingar og hins vegar við öryggisgæslu verkafólks
og eftir að hafa sitið og hlusta þarna á forystu menn og konur innan úr stéttarfélögum þessa fólks allstaðar á Evrópu, þá verði ég að segja að þrátt fyrir það að við séum hér að glíma við mjög alvarlegar og miklar áskoranir, sérstaklega til dæmis eins og í ræstingunum, þá vil ég frekar takast á við þær áskoranir með þeim tólum sem að ég hef hér heldur en að vera á sama stað og fólk sem að reyna að mobilisera, gera kjarasamninga, vinna með fólki þar sem það er kannski eins og sumstaðar í þessum löndum þegar þú horfur ræstingageiran 3-4% stéttarfélagsaðild. Já. Ég vil frekar búa við módelið mitt hér og ég tel, jafnvel þó að engin módel sé fullkomin og það íslenska auðvitað alls ekki, þá er það mjög gott, það er stórmerkilegt, við eigum það saman, vinnandi fólk á Íslandi hefur í gegnum alla áratugina borið mikla virðingu fyrir þessu módeli og þótt vænt það og við getum notað það með mjög árangursrækum hætti. Við höfum gert það og við höfum að halda því áfram og við verka á láglaunafólk, það er ekki að fara að finna neina björgun í skipununum frá Brussel. Kannski, já. Bara stutt. Ég er stóru dráttum sammála greiningu Sólvegar og sérstaklega hvað því kemur efrikrepnu og það var líka það var ég ætla að fara að vísi að því ég sá á meðan þú talar bara Birkir, ég var að finna ég sá að Þórður Snær Júlíusson fyrrandi þingmaður og nú framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar hafa með greinum evruna og krónuna og það var ekki vísi í síðustu viku. Jú. Kannski tengist því sem að Akkurat, já ég ætla að koma inn á tengd málefni sem hann var að skrifa og eins og Sólveig nefnir það var vissulega sjálfur hafandi fylgst mjög náið með þróuninu á Evrusvæðinu þá á þessum árum 2010, 11, 12, 13 skrifaði mikið það á Morgunblaðinu þeim tíma þá var það alveg svo ég leiði mér að sletta eye-opening að sjá bara birtingum þess hvað gerist fyrir ríki sem lenda í djúpri efnahagskreppu hvað sem að orsakinu séu vegna þess að ríkisfjármálin voru í ólægi eða hvort það hefði verið greiðslujafnaðarkreppa hjá ríkjum og svo framvegis þá sérðu þetta fyrir jaðaríkið í myntbandalagi hvaða áfarra kosta völ til að breiðast við og maður sáðu þetta hverju ráða ríkjum í myntbandalagin það eru þetta þjóðverjur og frakkar og það birtist ítrekkað þessum árum þegar þetta var að spilast út 2012-13 og afleiðingarna voru fyrir mörg ríki þótt að sum þeirra séu byrjuð að ná vopnum á nýja leik eins og Spánn einhver leiti og Írlanda allt öðrum sökum þegar þetta eru svona meira svona ákveðin eyja fyrir alþjóðlegt fjármagn og stór fyrirtæki út af hagstæðu skattalega umhverfi sem bjóða upp á en fyrir mörg ríki þannig þá tók þetta áratuga meira að spyrna þessum á botninum og það var ekki án einhverja fórna eins og með Grikkland sem að taka þessi dæmi þótt að þessi byrjaði að vegna ágætlega á allra síðustu árum þá held ég að fólks að íbúum Grikklands hafi fækkað haft í 10% frá árunni 2010 mörg 100.000 manns aðalega ungt og vel mennta fólk sem fór að leita tæki fyrir annað. Er þetta fólk að koma tilbaka? Nei, að mjög litlum hluta. Og þetta er það svona hugsa til þess að því ég hjó eftir því að hvort það hafi verið Daði Már frekar en Gylfi Sóeka hann á fundunum í tengslum við skýrsluna hans Daða, eins og kallar hann réttilega þegar var þetta verið að benda á þetta í umræðinni að þá ókosti sem myndi fylgja því fyrir Ísland að vera hluti á svona myntbandalagi að við myndum þá að þurfa að taka á okkur aðlögunna þegar að verða óumflýgilega efnaðsgeflir út af, vissulega út af því að það er innbyggt í kapitalismann það verður uppgangur, það verður niðursveifla þú veist, mér finnst það til lengri tíma lítið vera mjög mikil kostur en þá þarf einhvern veginn að aðlaga Svo er sammála því Já, hún er kannski ósammála því Ég skýtast að kíka kolli en þá þarf að aðlaga kerfið með einhverjum hætti það er óumflýgalegt og allan í því kerfi sem við erum í dag sem er ekki fullkomið og þá verður svo aðlögun held ég dreifist hún jafnar að milli ólíkra hópa hvort sem þessi eigna fólk eða mittist þetta fólk eða þeir sem hafa verið sett í samfélaginu með því að ekki segja þessari grein Þórðar Snæs hann auðvitað bara hefur rámt fyrir sig eins og alla jafna hann Þórður Snær og þarna þú veist í þeirri aðlögun þá gefur gengið eftir atvinnuleysi ríkur ekki þá upp jafn mikið og það myndi öðrum kosti verða það þarf ekki að fara í
launalækkanir yfir línuna á bara verkafólk, lásendafólk og aðra og hann atvinnuleysi ríkur upp eins og ég nefndi heldur lækkar gengið, þetta dreifist, þetta verður svona, í staðan fyrir að vera langvinn kreppa, þá verður þetta stutt kreppa og útrúsfyrirtækin vegna þess að gengi ekki eftir næra spynnaði fótum og efnaðslífi réttur úr kútnum eftir skamma stund. Bara alveg eins og við sáum gerast hérna á Íslandi árum 2010-2013. Já, sko, orðan hefur verið þannig í svona stuttumáli og það er þessi grein gengur út á og hún endurspeglar bara svolítið umræðuna eins og hún hefur verið með þetta mál. Sem er einhvern veginn þá vegu að krónan sé einhvern veginn svona, ég veit ekki, verkfæri yfirstéttarinnar til að hafa það gott á kostnað alþýðunar, þú veist, er það kannski ofeinföld framsetning hjá mér? Mér finnst þetta svo mikið, þetta er svo skjön bara við, sko, bara held í fræðin, þegar kemur að, ég held að sé bara algjörlega augljóst að sá hópur má kalla það, sem undir líklega hagnast sko hlutfallslega mest á því að það er skiptum gjaldmiðil og það er evra, það væru fjármagnseigendur og ég held að það væri eignir hækki verði og já, eignir myndu hækki verði ég sá til að mynda í grein eftir annan svona helsta talsmann jásinna í dag, Þorsteinn Pálsson, þar sem hann meðal hans að höggva í fyrirnefndan Halldór Benjamin og hann og einhvern veginn að reyna að halda því fram að hann væri þetta til í að vera í þessu krónu umhverfi vegna þess að fasteignafélag sem hann stýrir heimar, að því vegnaði svo vel í slíku umhverfi með verðtryggða leigusamninga og svo framvegis. Sko, ég held og ég hef lesið þannig greininga nýlega frá íslensku fjármálafyrirtækjum sem hafa verið að velta fyrir sér hvaða fyrirtæki í kauphöllinni myndu hagnast hvað mest á því eða þeir eru tekinu upp önnur mynd. Ég held að vera í fasteignafélögin til að mynda. Af hverju? Af því að þau eru mjög skuldsett og eru þetta fyrst og fremst þau verðtryggðar eignir sem er sem leigusamninga, þeim er verðtryggðar skuldir vegna þess að vissulega þú veist myndu þau þá fara í mynd sem væri með lægra vaxtastig og þar leiðandi ætti það að hækka þá virði þeirra félaga. Þannig að þessi málflutningur sem við sjáum hjá bæði Halldór Benjamin og Þorsteini Pálssoni, það er eins mikið verið að snúa hlutunum á haus og hugsa sketur. Sammála þessu? Já, ég í það minnsta tel að það sé undarlegt að láta eins og krónan sé stærsta ógæfa að verka fólks á Íslandi. Við erum auðvitað að glíma við ýmis vandamál hér á Íslandi. Húsnæðismarkaðurinn er þar auðvitað lykil þáttur í því til dæmis að svo miklu árangur sem ég og félaga mínir höfum náð síðustu ári í því að hækka sérstaklega kaupmátt verka á láglunafólks, láglunahópa Íslands sem eru annars vegar innflytjendur og hins vegar konur. Kaupmátt þessara hópa hefur hækkað langmest eftir að ég og félaga mínir fórum að berjast í Eflingu. Ástæðan fyrir því að við þurfum ennþá að berjast og harkan hefur verið mikil er auðvitað húsnæðismarkaðurinn. En það að láta eins og myndin krónan sé upphaf og endir allra vandamála verka á láglunafólks, það tel ég ekki sanngjarnt og ég held að það sé betra fyrir okkur að hafa krónuna heldur en einmitt að fara inn í þetta myntbandalag með þeim óumflýjanlega mjög svo flóknu vandamálum sem munu fylgja fyrir við þar inn þegar að næsta áfall dynur yfir. Mér finnst ekki eftirsóknarvert fyrir okkur hér á þessu pinkulitla landi þar sem að atvinnustig hefur almennt verið hátt, þar sem að það hefur almennt verið talin svona ein af gæfum íslensk samfélags að hér hefur ekki fest í sessi hátt langtíma atvinnuleysi. Mér finnst ekki góð til og hugst til þess að það yrði leiðin sem að yrði að fara til þess að leysa vandamálin þegar þau já, það er sem er svolítið áfyrirkja. Og bara mér finnst til dæmis svolítið sjokkirandi að sjá það, eða réttar að sagt mér skal segja ekki sjokkirandi að heyra menn segja það með svona opinskáum hætti eins og Daði hefur gert að vinnuaflið muni þá bara þurfa að færa sig á milli. Það sem að mér finnst kannski meira sjokkirandi er að fólk sem vill láta taka sig alvarlega og er svona almennt vill svona gefa sig út fyrir að hafa svona meiri mannúð og meiri svona mannvirðingu
sem sín gildi heldur en það, ég myndi geta bara sagt að það er bara sjálfsagt eðlilegt að fólk færi sig á milli landa, láta eins og þetta sé annarkost eitthvað sem að þau bara einfaldlega heyri ekki eða að þau séu þá kannski mögulega bara í prinsipinu sammála og hér er ég bara svona að velta fyrir mér svona þessari jáara stemningunni. Ég er til dæmis og hefur verið mjög gagnrýnin á frjálst flæði og það er ekki vegna þess þó að sumir séu núna komnir á þann stað að vilja fara einhvern að klína með einhverjum rasisma og útlendingahattri sem er auðvitað fáránlegt, svo ég segi það hér og get rökstuð það í ítölumáli, ekki ætla að fara að þreyta ykkur með því, en ég er gagnrýnin vegna þess að mér finnst einmitt fáránleg nálgun á mannlegt samfélag og bara mannlega tilveru að það sé einhver hópur fólks, láglauna fólks, þeirra sem eru með lágan status, sem eigi einfaldlega að hafa svo lítil tengsl við sitt heimaland og sitt tungumál og sína menningu og fólkið sem að það elst upp með og fjölskylduna sínar, að það eigi bara, og það sé ekkert sjálfstæðar en það eigi bara verið eldast við byggingaverkamannastörf eða ræstingastörf eða þetta og hitt. Mér finnst þetta ekki eðlilegt og það er aldrei rætt nema þá af hálfu okkar í Eflingu að þetta er líka mjög ólýðræðislegt vegna þess að risastór hópur þessa færanlega vinnuafl, staða og fleiri eru þetta ekki með neitt raunverulegan kosningarétt. Jú, hér getur fólk tekið þátt í sveitarstjórnarkosningum eftir 2 ár en þú getur ekki tekið þátt í alþingiskosningum nema þú sért komið með ríkisborgararétt. Það getur þú ekki gert fyrir þá eftir 7 ár og svo framvegis og sama gildir auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslurnar eins og þá sem á að eiga sér stað núna 29. Þannig að líka bara út frá lýðræðislegu sjónarmiði, líka bara út frá því að ég vil búa í alvöru lýðræðisríki þar sem að fólkið í alvöru hefur tækifæri til þess að móta sitt samfélag og taka þátt í alvöru pólitík, þá finnst mér þetta ekki gott og líka út frá marxísku sjónarmiði ef að við höfum þá skoðun að vinnuaflið sé vara á markaði, einstök vara, þá gefur það auga leið að ef þú flottar markaðinn með ódýri vöru þá auðvitað ítir það verðinu á henni niður og það er líka ein af ástæðan fyrir því að ég var kosin á félagum minn 2018 í Eflingu og við höfum verið í þessari hörðu kjarbarstu þar af því að verkafólk vill auðvitað ekki láta lækka gildi vinnuaflsins sem að það hefur afkomu af að selja. Þannig að út frá þessum sjónarhornum líka þá segi ég, nei, mér langar ekki að búa í landi þar sem að samkeppnin á milli vinnuaflsins þarf bara að vera harðar og harðari vegna þess að mjög hátt atvinnuleysi getur fest í sessi og það gefur auga leið að það er erfiðara fyrir verkalýðsfélög að berjast fyrir góðum kjörum ef að mjög margir eru án atvinnu þá auðvitað er fólk á öðrum stað heldur en þegar að vinnuaflið þeirra er eftirsótt. Já, það var einn punktur sem ég vildi koma inn á því við höfum einhvern veginn bara við sem samfélag, við höfum einhvern veginn verið þar að gæfi rónandi að við höfum ekki búið við langvarandi atvinnuleysi hér, svo heita megi. Þú veist, við höfum einhvern veginn tekið sveiflurnar út annar staðar. Þú veist, þá yfir þetta genginu. Það hefur bara gerist þetta eftir fjármálaáfallið. Og ég meina maður minn sem að bara duglegur maður sem að þú veist, vill vinna og hefur alltaf unnið. Ég meina við lentum í þessu, ég var að vinna í leikskóla og þetta með mjög lág laun. Hann byrjar að vinna, flytjum heim 2008 hann búin að vera í útlöndum, missir bara fljótlega vinnuna og svo tekur þetta bara við hark í nokkur ár og tíma, þú veist, þá var hann bara að vinna 7 daga vikunar vegna þess að við þurftum bara að ná að koma undir okkur fótunum og það tekur á að vera í atvinnuleysi og bara sem mannski sem hefur upplifað það að vera að reyna að koma til fótunum og vera með börn og vera að reyna, þú veist, að komast í húsnæði og að vera með þetta hátt atvinnuleysi einhvern hangandi yfir höfðunum á sér, þá óska ég bara engum þeirrar ógæfu og það er mikil fórnar kostnaður fólkin í því að láta eins og það sé bara sjálfsagt eðlilegt að við getum bara einhvern veginn tekist á við það. Mér langar ekki að takast á við það og mér langar heldur ekki að búa í samfélagi þar sem að svo svona skipting sem að því miður er byrjuð hér á Íslandi. Mér langar frekar að vinna gegn henni þar sem að við erum með einhvern veginn svona kerfi þar sem að það er verka á láglaunafólk að miklu meirhluta til útlendingar sem eiga þá bara að fokka sér ef það kemur krepp á atvinnuleysi og svo íslensk milli og öfri millistétt sem einhvern veginn lifir algjörlega ótengt veruleika hins hópsins. Þetta er bara ömuleg tilhugsun og ég bara get ekki séð að 400.000 manna samfélag geti bara blómstrað í svona aðstæðum, ég bara sé það ekki. Það er þetta nákvæmlega út á smæð samfélagsins, þá verður þetta aldrei einhvern samfélagslega samþykkt að við séum að fara að sigla inn í eitthvað kerfi sem er innbyggt í það að þegar að verða efnaskellir
að það munið óhjákvæmlega valda því að atvinnuleysi verði mjög lengi. Já, þannig eru kerfin samt á meginlandi Evrópu. Það Ég veit að það gerist ekki við nótt hér. Og þetta eitt bara spurningin þú veist, bara mannlega reist og hann hvort við viljum búa í þannig samfélagi að 10% af vinnufæri fólki sé atvinnulaust mögulega í mörg ár. En hitti síðan þetta það veldur þetta líka efnaðslega stórkostlega miklu tapi fyrir þjóðarbúið að vera með kannski alla jafna 6-7% atvinnuleysi eða 3-4% atvinnuleysi. Það er að reikna sig á einhverjar mörg 100 milljarða stærði sem að veldur í einhverju tapi fyrir þjóðarbúið. Framleiðsla sem verður ekki til og útflutningstekjur sem verður ekki til vegna þess að fólk er atvinnulaust og mænir bara göturnar og missir sína mannlegu reisn á meðan. Og þetta var til að mynda ekkert reiknað inn í þessa dæmælisu skýrslu Daðamáls hvort það væri kostur eða galla fyrir Íslandi að vera hluti af evrópska myntbandalaginu. Og síðan þetta líka kannski, ef maður fyrir öll tilbaka sem hann sko fær maður til að vera ennþá meira á þeirri skoðun, hversu mikið glapraði það væri fyrir Ísland að reyna að æskja inngöngu í Evrópusambandi og leið að fara inn í evruna. Þú veist, ég heyri að Sólveig telur að íslenska vinnumarkaðsmódelið eins og þeir í dag, þótt að það sé ekki fullkomið að hennar mati, sé stóra ástafverði, hún vil ekki fara inn hana og ég, eins og við höfum rætt í þessu þætti hérna áður, bæði ég og fleiri, er að án þess að eru gerðar sem ég myndi kalla umbætur en Sólveig myndi ekki kalla umbætur á vinnumarkaðsmódelinu. Það eru ríkissáttasemjari fengið meiri heimildir til þess að grípa inn í vinnudeilur og svo framvegis og það er samið laun hérna sem tækjum við af útflutnings atvinnuvega greinunum hverju sinni og hvað það væri að skaffa. Þá þetta væri að bjóða upp á eitthvað efnahagslegt harakýri að ætla að fara inn í myntbandalag með þessa hluti ennþá á sama stað eins og við erum. Og það verður ekki hægt. Það verður ekki hægt og þess vegna þarf að gera það alveg eins og Sólveig nefndi alveg réttilega að þyrfti að gera breytingar sem hún væri ósammála. Ég væri líklega hlynntur mörgum þeim breytingum en ég hef bara enga trú á því að þessar breytingar sé að fara að gerast. Þess vegna myndi ég frekar vilja sjá þær verða einhverju veruleika í náinni framtíð áður nú væri með efna til eitthvað samtals hvort þessi skynsanlegt að Ísland verið hluti af evrópska myntbandalagi. Þetta er svo augljóst. Ég ætla að segja að sjálfsögðu væri alveg hægt að fara í einhverja breytingar eitthvað umbætur á íslenska vinnumarkaðsmódelinu og auðvitað sem menn hafa talað lengi. Já, og auðvitað eitt af vandamálunum við íslenska vinnumarkaðsmódelið er það að við sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk, við ríðum á vaðið, við gerum kjarasamninga eins og núna til dæmis árið 2024, þess að við reyndum að taka mið af því þeim skilabóðum sem að Seðlabankinn og aðrir voru að senda og vönduðum mjög til verka og vorum að mínu viti mjög samvinnufús, lágðum áherslu á ýmis mál sem að skipta okkur mjög miklu máli og fengum þau í gegn sem hver og vorum svo sammála innan okkar raða og sammála við sem myndum okkur það að það væri mjög mikilvægt að ná hér niður verðbólgu og geta fengið vaxtalækkunarferli af stað og við gerðum okkar. Og svo bara gerist það að aðrir eru ekki tilbúnir, eins og Vilhjálmur Birgisson hefur núna verið óþreytandi undanfarna mánuði að fara yfir, aðrir eru ekki tilbúnir til þess að gera það sem að þeir hefðu þurft að gera. Samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina sérska stjórn á sínu baklandi þannig að launaskriðið sem að þó var tekið tillit til í aðferðafræðinni í kjarasamningunum það verður samt þannig að orð samtaka atvinnulífsins hafa bara algjörlega mist alla merkingu þegar kemur að því að þau sittist við samningaborð og segir við þurfum að taka einna tillit til launaskriðsins og þess vegna verðum við að semja með einum eða öðrum hætti svo kemur bara í ljós að jafnvel þó við gerum það þá er samt bara mjög mikið launaskrið og svo horfum við til opinbera markaðarins þar sem ekki bara er mjög mikið launaskrið heldur er líka farið að semja við vissar stéttir miklu hærri hækkanir heldur en þær sem að við vorum búin að setla og auðvitað vil ég og hefur lagt miklu áherslu á það að Efling hafi sinn miklu á frjálsa samningsrétt og hefur verið tilbúin til þess að ganga ansi langt til þess að tryggja að allir skilji að svo sé en
auðvita er ég tilbúin til þess að segja að það gengur ekki að verka á lágluna fólk færi fórnirnar, síni hugrekkið og að það sé ekki hægt að knýja á að aðrir geri slíkt þið sama. Þannig að þarna væri sannlega hægt að taka samtali einhverjar úrbætur. En ég tel mig vita, bara vegna að segja að við búum í stéttskiptu samfélagi þar sem að milli og efri millistéttin hefur mikil pólitísk völd og þar sem að verka á lágluna fólk hefur mjög lítil pólitísk völd, að væri farið í þessa vegferð, þá yrði byrðin alltaf sett á verka á lágluna fólk og hún yrði ekki sett á milli og efri millistéttina. Ég held að engin íslensk stjórnmálamanneskja myndi bara að treysta sér til þess að fara í slíka vinnu og ég held að það sé meðal annars ástæðan fyrir því að hópur innan samfylkingarinnar og svo væntanlega bara öll viðreist vilja fara inn í Evrópusambandið vegna þess að þau sjá að þetta er tólið, eina mögulega tólið vegna þess að það verður aldrei hægt að gera það verður svo pólitískt óvinsælt að gera það á Íslandi með öðrum hætti, er að fara inn í aðildarviðræðurnar, láta tilskipanirnar og svona ögunar upplíki koma að utan og segja, jú við þurfum að gera þetta en í skiptum fyrir það þá fáum við evruna, við fáum meiri stöðuleika, betri vaxtakjör og svo framvegis allt þetta sem fólk er að reyna að selja okkur en aftur það má laga þetta blessaða vinnumarkaðsmódel einhverju leyti en ég er ekki tilbúin til þess að segja að þetta sé leiðin sem að eiga að fara og ég hef enga trú á því þeirri stöðu sem við búum í núna að verði farið í einhverjar umbótu vinnu á vinnumarkaðsmódelinu enda með neinum öðrum hætti heldur en þeim að verkalánafólk fólk eigi bara að halda áfram að fokka sér og jafnvel enn meira en það á að fokka sér nú þegar. Nei, ég meina ég skil vel. Ég sé að það sé bara að blóta í hlaðarpið við látum þetta að slæta. En sko til dæmis þessu í Eflingu það eru 26-28 félagsmenn. Af þeim eru allavega 10.000 eflaust meira sem eru ekki með kosningarétt á Íslandi. Þetta er eini lýðræðislega vettvangurinn sem að þetta fólk hefur til þess að hafa einhver áhrif á umhverfið sitt er þarna í gegn og auðvitað vilja valdamiklir hópar innan Íslands stoppa það að þetta fólk geti beitt sér og auðvitað viljum við í Eflingu ekki taka þátt í því að möguleikar þeirra til þess að beita sér séu stoppaðir og þú veist að þið munuð ekki geta þið nýfrjálshyggju einhverjum svona laissez-faire gaurar, þið munuð ekki geta aflað pólitísk samþykkis til þess að fara í þá vegferð að breyta lögunum stéttarfélög og vinnudölur, það verður ekki hægt og það sama veit Viðreisn og það sama veit Samfylkingin, þau ætla þá að fara þessa leið, þið ætti þá frekar að reyna bara einhvern veginn að taka slaginn seinna. Þú hóttan nýfrjálshyggju? Ég skilgeti með þessi nýfrjálshyggju. Hvað ertu núna? Þú ert alveg svona laissez-faire. Ég er nú bara hefbundin leðilegur hægri maður. Sko. Við erum allan svo hefbundin eftir þess að við erum eldri. Mikil traditionalisti. En ég myndi, þú veist, ég skil vel, ef ég væri í spórum Sólveigar og Önnu og Villa Bygg, þá væri maður brjálaður yfir því hvernig þróun verið eftir að þau sömdu 2024. Já, við erum líka brjálaður. Ég heyri það, bæði á málfundingi þinnar og eins Villa Bygg margóft upp á síðkastið. Ég myndi kannski kveitt upp á allt sem hún segja var að þetta kjarasamningin, að hann var engu að síður, og ég hef sagt það margóft áður, alveg skaplugur allan að út frá mínu sjónarhóðni varðandi mikilvægt þess að tryggja einhvern verðstöðuleika heldur en oftast áður hefur verið í kjarasamningum, allan talsverðar hríð. Og launaskriði sem fylgdi í kjölfarið var miklu meira heldur var lagt upp með og það má alveg réttilega benda eða beina spjótunum að atvinnulífinu fyrir það hvernig það æxlaðist. Auðvitað er ekki, já það er næsta, auðvitað er það ekki þetta gerist þetta bara sjálfkrafa, það er ekki að hengja einhvern veginn sök á einn atvinnureikandi einhvern þetta bara gerist. Mögulega vegna þess að það er bara mikil spenna í þjóðarbúinu á þeim tíma. En síðan þetta stóra máli var síðan sem gerist á vettvangi eins og opinbera árið seinna þegar það er samið við kennara sérstaklega en líka lækna og sem veldur því bara í einhverjum allt öðrum takti heldur en hefur gert alls þar annars þar á vinnumarkaði sem veldur því að launavísitala eins og opinbera hefur bara verið að mælast í tveggjastafa tölu hérna og hefur verið stór faktor í því að vinnumarkaðurinn hefur verið heitur og þar leiðindi hefur verðbólga verið að reynast þrálættir heldur en ella og vexti þar leiðindi miklu hærri heldur en vonast eftir og allt það sem var lagt upp við í kjarasamningunum hjá
Sólvu og fjölum hennar við samtöku atvinnulífsins fyrir 2 árum síðan er ekki að ganga eftir. Áður en ég missi ykkur í umræðum verðbólguvexti, að ég ætla að taka aðeins fyrir rættir, að þá sá ég að þú varst nú að tjáði á Facebook að Kristrún Frostdóttir, hún sagði í viðtali við Vísi eða Sín núna í vikunni að það hefur með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þau eru ekki bara að fara í frumherja að segja endurskoðun á þetta? Ég held að Þetta er mjög þessi skrítið. umræða ekki allan fram til þess að þeim búið að sína að við erum ekki að fara Já, þau eru svo sem búin að klikka svo út úr umræðinni, eins og við erum búin að fara aðeins en þau eru ekki að tjá sig, Þorgerður er ekki að færa henni rauk fyrir svo, hún þorir ekki að mæta í þætti og þorir ekki að tala við Guðlu Þór sem að búin að skora á hann í kappræður. sem mjög skrítið. Mér finnst það skrítið. Ég skil alveg auðvitað segir hún, ok, hvað nenni ég að fara að tala við Guðlu Þór, ég er utanríkisráðherra og allt það. En ég ætla samt að segja að þegar þú ert búin að setja eitthvað svona stórt mál á dagskrá, þú berð bara ábyrgð sem ráðherra á því, þá verður þú eiginlega bara að mæta. Þú verður eiginlega bara að gera það. það komið aftur af því, þetta er ekki alveg gefið fólk. Nei, en þú veist, það bara gengur ekki og mér finnst þetta því bara aftur, ég ber bara tölvöld mikla virðingu fyrir Kristrúnu og ég til hún sem mjög greind kona, en þetta finnst mér alveg rosalega skringilegt attitút. Nei, að sjálfsögðu er þetta ekkert með ráðum gert, að sjálfsögðu er þetta bara vegna þess að hún vill ekki vera of implikeruð í þessa umræðu. Kemur henni pólitískt séð ekki vel. Þú veist, þess vegna og það sjá það allir og vita það allir, allt fólk sem er hérna komið til vits og ára og skilur eitthvað pólitík sér það, en það var það líka svo að hvort það var, þú veist, bara 2 eða 3 sólarhringur seinna, þá var samflokkskona hennar og þingmaður, Dagbjört Hákonardóttir, komin með sína eigin færslu þar sem hún var að sína alla bækurnar sem hún ætlaði að vera að lesa í sumar og hún væri svo sannarlega ekki að taka sér frí, þannig að það hefur væntanlega fólk inn í þingflokk samfylkingarna að fatta að þetta var ekki, þú veist, þetta var ekki eitthvað sem að fólk var að fara að segja, já þetta mikið sens, það voru allir að hugsa bara eitthvað, ok, þetta er nú bara eitthvað mjög skrítið, auðvitað hlýtur forsætisráðherra sem hefur sett þetta mál á dagskrá á samt öðrum ráðherrum að ætla sér að taka samtalið. Þannig virkar það í fulltrúa lýðræði. Það er ekki þannig að þú komir og segir eitthvað, já, ræðið nú þetta og farir svo. Það er ekki... Slengir atkvæðagreiðslu í þjóðina í loka ágúst og segist ekki alltaf ræða þetta. Það er ekki... Já, og segir þetta öðrum að vera ekki að ræða heldur. Nei, þú veist, það er ekki leiðtoga hlutverki lýðræðisríki. Þannig mér finnst þetta skrítið og mér finnst þetta, ég myndi einmitt alveg mjög gjarna vilja hlusta á Kristrúnu artikulera afstöðu sína af því ég held að hún gæti gert það sannarlega með mjög yfirveguðum og fáuðum hætti. Og svo finnst mér líka að utanríkisráðherra verði einfaldlega að mæta þeim sem að segist vilja mæta henni, auðvitað, ekki öllum, ég er ekki að segja það, en hérna fólki sem að hérna er líka alvöru pólitíkusar, ég skildi ekki og svo náttúrulega það sem að hérna formaður Flokks fólksins og menntamálaráðherra hefur sagt, það komi nú bara engum við hvernig hún ætla að kjósa, ég meina hvað í óskopunum er maður eiginlega að hlusta á og horfa upp á hvaða stað er fullorðið fólk eiginlega komið sem að vill fá alla þessa miklu ábyrgð sem að segir við samborgara sína að please, treystiði mig, kjósiði mig svo er það gert og þá bara eitthvað nei, heyrðu, ég fann í frí, nei, þú mátt ekki spyrja mig nei, ég vil ekki tala um þetta Svo sáum við frétt í Morgunblaðinu, við erum að taka upp hérna á 50. Sáum frétt í Morgunblaðinu morgunum það sem er vitnað í umræði í hollenska þinginu, það sem að umræðan kemur til út af aðildarumsókn Íslands það hvort að veittar verði undanþágur frá fiskveiðistjórnarstefnu eða sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og niðurstaðan þegar umræðan var þetta bara nei, það verður engin undanþága veitt. Morgunblaðið þetta með morgun. Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta en ég sá að Þorgerður Katrín segir í samtölu við Vísi held ég að það kom ekki óvart að Morgunblaðið skulle fella þetta, það var Morgunblaðið og líka vegna þess að þingmaðurinn sem spyr er einhvern veginn á sama stað í sínu pólitíska lífi og miðflokkurinn, þá er það bara, þá vitum við nú af hverju þeir eru að spyrja, vondu strákarnir og aftur bara, hvernig sér fólk pólitík? Ég bara skilu þetta ekki. Það sem ég er eins og spenntur að vita er bara, eins og segi, við erum að taka upp á 50, hvort þetta verði eitthvað fjallað um þetta í kvöld og þetta rúfi í kvöld. Við vitum það ekki það þess þáttur kemur út, en kemur út á 50, en það er áhvert að vita hvernig rúf tekur á þessu. Nei, tæmlega, en þetta er líka samt, þessi frétt sýnir líka eitt atrið sem er lítið fjallað um að þegar þetta kastana kemur, ef Ísland verður svo ólánsamt að það verði meirhluti sem greiði já í loka ágúst og við förum áfram í sér viðræður að það verði til einhver fullbúin samningur hann eftir nokkur ár, þá þarf að leggja þann samning ekki bara til atkvæðagreiðslu á meðal lýsingu þjóðarinnar, þau eru líka á lokum öll ríki í sambandinu að samþykja 27 talsins
og þá auðvitað kemur til kastana alls konar hagsmunir í ólíkum ríkjum sambandsins sem byrstast á allan í þessu tilfellu Holland og þetta Holland sé síðusti vissi ekki sérstaklega stórtæk sjávarútvegsþjóð hann landluta ríkið eða ekki? Ekki alveg. Ekki alveg, það áfyrkjuð hann þá þetta kemur til kastana hagsmunir þessara ríkja þingmanna á þessum þjóðþingum sérstaklega kannski í Spáni og Fraklandi sem eiga allan innan tiltekna svæða ríkulur og hagsmunna gæta í sjávarútvegi hvort þeir séu sátti með mögulegar tímabundnar undanþágur eða sjörlausnir fyrir Ísland frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB og ég held að það yrði mjög erfitt fyrir þá þjóðþing allra þessar ríkja þar sem þau telja það sé verið að gefa Íslandi einhverjar sérlausnir umfram önnur ríki til að gleypa það bara á þess að spurninga. Þannig að mér finnst þetta bara sem er að byrtast í fréttinga Morgunblaðinu varðandi þessa spurningu hjá þessum gríðarlega vonda þingmanni hollenska þinginu, samkvæmt Þorgerði Katrínu, bara svona speiklun á því sem gerist síðan meir í þessu. Já. Og aftur að vera miklu meira af. Já, þú veist. Já, ég bara áður en að ég myndi mér að þú ætlir að fara núna yfir í kjarasamningana eða verðbólguna, Já, það kemur bara ljós. Já, ok, ég ætlaði bara að segja sko að bara að í hvet fólk til þess að lesa endurminningar Jans Varoufakis sem að skrifar eftir að hafa verið mjög skammar hríð fjármálaráðherra Grikklands og sama hvað fólki finnst hann þá er þetta augljóslega bráðvelgefinn og hámenntaður maður virtur í sínu fæi og tekur þessa stöðu bara af einhvers konar þjóðarnis ást, svo við bara segjum það, hann vill bara liðsinna fólkinu sínu og landinu sínu til þess að reyna einhvern veginn að díla við Evrópusambandið sem er bókstaflega þarna bara gengið af gaflunum með tróikunni svo kalluðu og sko lýsingarnar á samskiptunum og hann fer með mjög svona skilmerkilegum hætti í gegnum þetta og það hefur enginn stigið fram og ásakað hann lygar, þetta er bara byggt á hans reynslu og gögnum og svo framvegis og þetta er algjörlega ótrúlegt. Það er algjörlega ótrúlegt að lesa þetta og horfast í augu við það að möguleikar landa sem að lenda þarna í þessum miklu vandræðum og þurfa einmitt þá á einhverjum sérlausnum að halda eru bara ekki til staðar. Og að eftir að Syriza situr atkvæðagreiðsluna afstæða þjóðaratkvæðagreiðsluna 2015 og í atkvæðagreiðsluna þar sem að mjög mikill meirihluti grísks almennings segir nei við þriðja pakka tróikunar, segir bara við viljum ekki sjá þess að hræðilegu pakka ykkar bara í guðanabænum, farið með á eitthvað annað, þá er afstæða tróikunar og Evrópusambandsins sú að það þurfi raunverulega að berja Grikki algjörlega til hliðinni og að það þurfi að berja svo illilega til hliðinni að það sendi skýr skilaboð til allra annara að láta sig ekki dreyma reyna að fara sömu leið og samningurinn þriðja björgunarpakkan svo kallaða sem að Syriza fyrir hönd Grikklands er svo neyddur til að undirrita, hann er verri en sá sem að var á borðinu fyrir atkvæðagreiðsluna og það er einfaldlega til þess að senda Portúgal og Írum og Spánverjum og öðrum skýr skilaboð það ekki reyna þetta og ég bara hvet fólk til þess að það er hægt að hlusta á þetta bara á netinu eða lesa þetta er ekkert mjög löng bók og hún er mjög svona auðlesanleg. Ég hvet fólk til að kynna sér þessa bók, þetta er ótrúleg saga, ótrúleg. Já, við erum alltaf hlynnt í að fólk leitir sér upplýsinga og lesi sér til og já, heldur betur. Þú spurði næsta dagskvöld, ég ætla að taka smá útútur, fara í Hrósvíkunar. Ég baði okkur smá heimavinnu, ég ætla að kveikja á grillinu og kveikja á Evertur grillinu. Þetta er alltaf svo viðamikil heimavinna svo sinnum mann. Já, þetta er alvöru. Grill á daginn græða á daginn og grill á kvöldin, er það ekki það sem við viljum öll? Jú. Það sé Hannes. Ég man sko eftir hrun, eftir svokallaða hrun, minnir nú þú hefur einhvern kallað þetta svokallaða hrun, það var svona mjög vinsælt hjá hægri mönnum. Ég tala alltaf svokallaða hrun. Já, ég veit það. Þess vegna segi ég svokallaða hrun. Ég hef aldrei nátt orðið hrun því skrifa, ég segi alltaf bankahrun eða fjármálaáfalli. Tóti Páls var hann orðaði þetta mjög daginn, hann talaði klandur. Já, þetta er ægilega klandur. Það var smá klandur að 2008. Klandur íslensks auðvald. Ég tala alltaf minna svokullu búsáðabektingu. Já, hún var helviti góð, það var nú gaman þá. En í það minnsta allavegna, þarna eftir að hrunið hafið átt sér stað og í aðdraganda kostningana, já. Þetta var það að búa kostningar.
þá fóru ég og maðurinn minn nótt eina og framkvæmdum lítinn aktivisma. Við byggum til svona heima tilbúið lím, svona hveitilím, þannig að ef við erum nappu þá var allavega ekki hægt að ásaka okkur stórkostlega skemmdarverk og prentuðum svo út, græðum á daginn, grillum á kvöldin og fórum og límdum yfir allt strætóskilur sem við fundum sem vorum auglýsingum frá Sjálfstæðisflokknum. Það var bara þetta var bara eitt svona besta bonding moment sem ég og maður minn hefum átt. Ertu að segja frá þessi fyrst sem núna? Hefur þetta komið fram? Ég held að það hef ekki komið fram áður. En það var mjög skemmtilegt. Svo kerðum við rosa glöð daginn eftir og næstu dag til að sjá hvar þetta væri ennþá uppi. Og var búið að rífa þetta niður eða hvernig? Já, ég meina væntanlega við öll taka það niður. En við vorum mjög hugdjörf en ekki svona nægilega. Við vildum ekki, þú veist, eins og ég segi, ef við varum tekin og vildum ekki að vera hægt að þú veist, ákæra okkur fyrir einhver rosalega skemmdarverk. Hannes Hólmsteinn kom tíðin á kosningasónunni, sá ég og tók ég hundur að þér. Já. Það okkar besti maður. Ykkar besti maður. En já, þú varst eitthvað að fara að spyrja eitthvað og ég afvegaliti svona rosalega. Nei, þetta var frábær saga, ég er bara mjög ánægð með þetta. Bara Sólveig segir sögur í hlaðarpi Þjóðmála. Að það er já, að því að við erum uppbyggilega hlaðarp, þá höfum við verið með hrósvikunar. Ég ætla að koma, má ég nefna 2? Já. Ég ætla að fara að tala hvað er gaman að standa við grillinu og skella saman og rósa og svona skella, en ok, já, hvað er með það? Og það er eiginlega rósið í báðum tilfellum tengist umræðanum í ESB. 2 menn sem við það hafa lagt margt gott til málana í þeim efnum på síðkastu. Annars vegar Hreinn Loftsson, lögmaður til margar ára og var tíma síðasteldi í aðstofmaður Áslaugar Örnu. Og hann hefur verið óþreytandi að skrifa greinar inn á Innherja sem við vístir í síðustu vikur mánuði. Ég vissum að þessar greinar telja 10 talsins alls konar álitaefni sem tengjast umræðinu aðild Íslands að ESB og þetta er að mínu viti líklega eitt af besta sem birtist í umræðinu þetta. Þetta er skrifað af feikilega mikilli þekkingu, málefnilegt og hefur allan fyrir mig sem ég hef enga til tala með fylgjast þokkalega vel með og vera ágætlega vel á nótunum. Hann þegar kemur að málefnum ESB, allan margt nýtt sem ég ekki átta mig á og hann hefur meðal annars verið að benda á hluti sem vorum að ræða á hann þú veist, hvernig umræðan í þjóðþingjum annar ríkja frá fyrri aðildarviðræðum Íslands í ESB dróð meðal hans fram upplýsingar það sem aldrei komið fram og var fréttaefni í Morgunblaðinu hvernig þýska þingið hefði verið ræðum aðildarumsókn Íslands 2010 minni mig og þar var umræðan á kannski allt öðru nótum heldur hún kynnt okkur hér heima og hversu langt þýska þjóðþingi væri mögulega til í að ganga gagvart einhverjum sérlaustum undanþágum Íslands. Hann á sannarlega skilur hrós fyrir að leggja á sig að skrifa sig greinar. Það eru margar hverjar frekar langar en þess við að lesa. En síðan langar mér að hrósa fyrirverandi þingmanni sem hann er komin í svona nýtt og skemmtilegt hlutverk að vera álitsgjafi. Það er Birgir Ármannsson sem mætti það til þín daginn með Andrés Magnússoni í mjög góðan þátt og síðan annan þátt sem ég hlusta á hann í vikunni Korter í kosningar ásamt Sigurður Kára og þetta er heila svona langt síðan maður hlustað á Bigga Ármanns vera að tjá sig vegna þess að hann var þetta forseti þingsins fyrir margra ár og þá var hann í mikið að ræða þessu álitefni og hann á það sammerkt með Hreini að vera málefnalegur Hafsjórþekkingar alveg feikilega, samt fastu fyrir alveg lúmskur húmor úr stíunum og með alveg ótrúlega svona mikla hæfileika í að segja skýrt og skilmerkilega var hlutum útskýrð á og í tengslum við umræðanum ESB og ég vona að hann muni beita sig meira á komandi vikum sem álskjöfu í þessu og hann er alveg svona trúurleikinn holdi klættur einhvern veginn þegar hann tjáði sig. Ég skal taka undir það. Þú með hrós? Ég var ekkert búin að vanda mig eitthvað eiginlega mikið þegar við vinna þessa heimavinnu, ég bara var að koma á smá frí í gær en fyrst við erum að hrósa þá ætla ég bara að hrósa honum Villa Birgis, félaga mínum, fyrir að hafa skrifað bara feitan og góðan status þar sem að hann steig fram og listi því yfir að hann sagði nei
og rakti ástæðu sínar fyrir því og ég og við erum miklu félagar og það hefur nú slest stundum upp á vinskapinn en við eins og alvöru góðir vinnir erum þannig að þá bara náum við svo saman setna og vinnum okkur í gegnum vandamálin og við erum alls ekki sammála alla hluti en við erum sammála það að verka á láglaunafólk eigi alltaf besta skilið og það sé vinna verkafólksins sem að skapi verðmætin og auðin hér á þessu landi og svo erum við núna greinlega sem ég er mjög ánægð með sammála það að hagsmunum Íslendinga og verka fólks á Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins og ég er ánægð með vilja að hafa stigið fram. Ég veit að það er ekkert auðvelt að koma fram með svona hluti. Hann var mæntalega sama að skýta svo. Já, ég var að mynda að kíkja eins á kommentin hjá honum í morgun og hann er alltaf listar að sitja undir miklum skít en hann bara tekur því eins og maður, eins og öllu öðru og svo ætlum ég þá bara líka fyrst við erum að hrósa Stebba Páls fyrir að hafa tekið þátt í því að stofna áfram Ísland. Mér finnst það líka gott hjá hann, vegna þess að ég veit líka fyrir svona gamaldags vinstri menn inn í þeim kreðsum, þá held ég ekkit auðvelt heldur að taka þátt í þessari vegferð og eins og fyrir Stebba, hann hefði alveg eins geta sagt bara eitthvað, ég ætla ekki að blanda mér inn í þetta og Nei, hann setti hausin út aðeins. Já, hann setti hausin út og ég vona að hann ætla að setja hausin lengra út, mér finnst hann ekki búin að setja hann alveg nóg mikið út, en ég held að hann sé bara svona aðeins að hita sig upp. Hann hefur komið hingað. Hann kallar þetta hægri kallar táfylgu hlaðvarp. Er það? Okay. Frekar rétt lýsingu. Örugglega. Þannig að ég ætla bara að segja, ég ætla að rósa þeim þá báðum. Mér finnst fínt að gott að vera með þeim í liði og ég veit eru báðir mjög klárir, menn vita hvað er að tala og ég vona þeir bara eftir að tjá sig meira núna á næstu vikum og mánuðum og mér finnst það hughristandi að vita þeim hana. Finnir ekki hvað er gott að rósa? Er ekki gaman? Jú, það er rosa gaman. Herðu, ég sagði áðan að þú fengir fullt af gjöfum. Ég? Já. Þú sem kemur, þú verður að hafa svona bolla með þér á skrifstofunni, þjóðmála bollan, sem vinnur okkar í IT House of Brands hafa búið til fyrir okkur. Þannig að einhvern tíma því ég kemur að heimsækja þig á skrifstofu Eflingar, þá vil ég sjá þennan bolla á skrifborðinu. Ég kannski gef miðflokks sinni mínum þennan bolla. Eða það. Má ég það? Það er þetta fæst á heimasíðu þjóðmála, það sem er líka hægt að gangi í þjóðmála stofuna og vera að hluta þessu góða samfélagið okkar. Og ekki setja í kassan fyrir því, þannig að fáur þetta heilu haldið. Það er svona að gefa þetta upp einhvers staðar. Ég veit ekki, er sama hagsmunaskráning hjá ykkur eins og þingmannum? Ég náttúrulega væntanlega ekki þykja neina gjafir, en það ger ég það ekki. Já. En ég ætla samt að þykja þessa gjöf, en ég mun bara rígift hana rosa hratt. Já, til svona eins. Já, til hann verður ánægður með þetta. Hann verður ánægður, miðflokksbarni. Talandi gjafir, ég sá að Kristrún Frostadóttir, hún fekk gjöf á leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi. Já, ég sá frétta á BBC í gærkvöldi þar sem að kom fram að Keir Starmer hafi þegið eða fengið gefins skambissu sem er virk, sko, fekk mér svo skot með. Og ég voru alltaf með, Kristrún hýttur að fengi eins byssu og ég var að vona að engin fjölmiðill myndi kveikja á þessu en ég sá að Mokin og fleiri voru búin að birta fréttum þetta. Nafnið er álendrið á byssuna. Já. Þannig að það er ég var bara að velta fyrir mér, sko, vaksta sleggjar, menn hún víkja fyrir vaksta byssunni. Sjáðu þið myndið það? Hún er reyndar mjög töff svona, hún lítur út eins og svona Nordic Noir löggukona. Sko, myndin að hægra meginn, fókusið, þetta getur alveg verið cover á okkur góður í sjónvarpsseríu. Nei, hún er bara Nordic Noir. Hún er svona mjó löggukona, pink og rófi og alltaf í sama jakkanum. Bara I love it. Já, ok, ég skal bara taka undir það. Þannig að já, talandi vaxtasleggjur eða byssur, sko, já, það er stýrivast ákvörðin að hún er alltaf ekki fyrir 19. ágúst, Seðlabankanum, ekki rétt munið hjá mér. Jú, 19.20. Þú veist, verðbókan, ég sá Landsbankinn er að spá, sko, verðbókan yfir 5% fram í október, þú veist, við höfum tekið þessu umræðu, ég veit ekki að fara að krifja allar þessar tölur. Stóra spurningin er kannski bara, þú veist, fórsetu kjarasamninga, eru þær við það að bresta eða brostnar eða munið að bresta eða? Já, ítölulega það hljóti að bresta. Og við einhverju epikvætt til að setja stuðul á þetta. Hvort það bresti, ekki? Þið geti gerst það. Já. Mætti ég þá veðja? Nei, tjók. Það er eitthvað spurning. Þú hefur ekki áhrif að verðbólguna. Nei, hún er áhrif að hvað verður kjarasamninga. Já, ég reyndi að hafa áhrif að verðbólguna, bara gekk ekki náður. Nei, það þurfa einhverju ótrúlega hlutur að gerast þannig að það mun ekki koma til þess að endurskona ákveðin í kjarasamningu virkist þannig í lok ágúst. Verðbólgan í dag að mælast 5,2% eða ekki? Já. Og að flesta spán sem að vera komin í hús bara síðustu daga er að gera ráð fyrir eins og Landsbankinn segir, þú veist, hún verði yfir 5% og verði það næstu mánuði svo þetta dett út þessar tímabundu
skattalækkanir sem ríkisstjórnin gerði á eldsneytið. Nema þau náttúrulega bara endur nýja að halda fram. Já, en hann Það er alltaf bara eitthvað fiff, eins og við já, kallum já, hérna, og jafnvel trátt fyrir þessar tímabundu vasklækkanir þá verðbólgan að fara að enda fyrir ofan. Viltu gefa herði, hörður ásöðan draum að hafa sósíalistafóringja hellandi kampæn fyrir þessu? Skengja. Þannig að, Svona, Já, takk. gerðu svo. Þannig að Seðlabankinn, það var mjög áhugaverð ákvörðun hjá Seðlabankunum, hann að fara að taka vaxta ákvörðun 10 dögum fyrir kosningar. Ef maður ef maður myndi trúa á því illa í fólki, þá myndi maður svona vænta þess að Þorgerður Katrín og félagar værilega til í að vexti myndi hækka sko, til þess að gera almenningu í Íslandi ennþá brjálægur. það er vatn á þeirra málflutning, skulum við segja. Það mætti að máli færa rök fyrir því. Er þetta ekki rétt munið að mér? Það er alltaf vaxta ákvörðun 19. ágúst og það er verðbólgutölur þetta nokkur dögum fyrir þjóðarkarkarslæðinu á laugardaginn 29. Er ekki verðbólgutölur þar á miðvikudeginum? Komið þetta 50. eða föstu, já. Og þá virkjast þetta ákvæði í kjarasamningunum með það hvort það er rift eða ekki. Það þurfum þið ekki takast ákvörðum það er mánuð til þess. Það er forsendu nefnd sem er mönnuð þá fulltrúum frá viðsemyndum vinnandi fólks og samtök atvinnulífsins og þar kemur fólk saman, þar eru tölur skoðar og þar getur niðurstaðan bara annarkvort verið, já, forsendur standast ekki eða standast. Það fyrir bara út frá einföldum útreikningum. Svo hafa þá viðsemjendur tíma til þess að komast að niðurstöðu og fara í samtal og einhvers konar samningaviðræður hvað eigi að gera og hvort eitthvað sé hægt að gera þá til þess að forða því að samningarnir verði uppsegjanlegir. Ef að samningsaðilar vilja segja samningum upp, ef að Efling til dæmis vil segja samningum upp, þá eigum við að tilkynna það að með minnir mánaðamótin september-október og þeir eru þá lausir mánaðamótin á eftir. Bara hlustuðu til upplýsingar. Gæti Efling sett upp kjarasamningum en hvað fer ekki? Þegar þurfa allir að gera þetta? Nei, við höfum bara okkar samningsumboð er bara frjálst. Það liggur hjá okkur. Það er ekki til dæmis framselt til alþjóðasambandsins. Þó að þessar forsendur nefnd vinni, þar vinni fólk saman frá öllum viðsemyndunum, þá er það samt á ábyrgð raunverulega samninga nefnda hvers félags fyrir sig að komast að þessari niðurstöðu. Og hvernig er það með þetta horfðan í þessu? Sko núna náttúrulega eftir því sem ég veit best eitthvað samtal í gangi, 3-hliða samtal alþjóðasambandsins, samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda. Ég satt best að segja veit ekki hvort einhver gangur er í því. Við í Eflingu höfum verið mjög skýr að það eru nokkur atriði sem að við viljum sjá komast í gegn, að það eru allt saman atriði sem að kosta ekki neitt og munu þar af leiðandi til dæmis ekki hafa áhrif á verðbólguna til hækkunar. Eitt af atriðum sem við viljum fá í gegn myndi þvert á móti hafa áhrif til lækkunar verðbólgu og það er einhvers konar leigubremsa. Við höfum sjálf unnið hugmyndir og útfærslur en við erum svo sannarlega í því eins og öllu öðru tilbúin í samtal. Svo höfum við sagst vilja fá einhvers konar févíti að eins ótrúlega og það má hljóma fyrir siðmennta fólk. Ég vona hlustendurnir hjá þér séu svona sæmilega siðmenntaðir. En þá er það raunverulega bara algjörlega refsilaust að hafa laun af fólki. Og þetta er auðvitað vandamál sem að öðru millistéttin þekkir ekki en þetta leggst mjög þungt á verka á láglaunafólk, sérstaklega aðflutt fólk og við Eflingu höfum barist lengi fyrir því að þarna verði unnið að lagfæringum og það hefur því miður ekki gengið vel en við sjáum að þarna sé komið tækifæri og svo höfum við... En fyrir ekki ykkur fram í, sko, þessi liður, að ég veit þegar við tala það áður og það má taka þá alltaf. Er það að hann fær ekki inn, virkja það fórsendu, gerir það að verkum að fórstu kjarasamninga bresta núna? Nei, það er bara eins og ég segi, það býður næstu umræðu. Nei, það er bara prósentan er svona eða hins einn og þá annarkvort virkjast fórsendu ákvæðin ekki eða að þau gera það. Svo er þá samtal sem fer af stað og svo er það að taka ákvörðun það fari svo sem að allt virðist núna mjög markvisst benda til að kjarasamningarnir geti losnað. Þá fyrir samtala á stað og þá er ég að segja að krafa / innlegg Eflingar í þær umræður er það að fundnar verði leiðir til þess að ná sáttum sem að snúast ekki það að halda hér áfram að kynda verðbólgubálið
heldur snúist hluti sem að skipta okkur jafn miklu máli og frekari hækkanir, jafnvel á þessum tíma meira máli. En því miður verði að segja akkurat núna þá staðan mjög svona óljós þegar ég horfi á hana. Ég vildi óska þess að ég væri komin með betri svör og áttaði mig betur á því hvað gæti gerst. En svo ekki. Þannig að ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson sem sagði að það var 99,99% líkur á því að það myndi bresta. Ég held að við sem á þessum tímpúti sammála það við verðum einfaldlega bara að sjá hvað gerist. Við verðum einfaldlega bara að sjá hvað gerist. En við komum svo aftur á punktur sem þú nefndir áðan að það ekki verið að taka á þessu máli. Ríkisstjórnin ekki að taka á. En ég ætla samt að segja við erum í ágætis samtali við vissa aðila sum mál en þau eru mjög langt frá því að vera frá gengin og þess vegna treysti ég mér ekki til þess að halda því hér fram að þessi saga sé að fara enda eitthvað sérstaklega vel. En skiljið ekki rétt að þá séu því eflingu og mögulega önnur verkefnissamtök sem undir hana í þessum þrílega viðræðum við SA og stjórnvöld að það sé ekki verið að beina einhverjum nýjum kröfum gagnvart samtöka atvinnulífsins í þessu samtali, þú veist, að því gefnu að kjarasamningar brotnu upp og... Ég ekki við þetta borð. Nei, ég ekki við þetta borð. Þú veist þetta samt. Málið að mér finnst mjög asnaldið sé ekki við þetta borð. Mér finnst ég eigi að vera við þetta borð. Ég á sem félagum minn gerði hennar kjarasamning. Og sætu við borðið, þá erum við svolítið hugtakast að það. Mér finnst ég fór sætu við borðið. Ég hef aftur á móti ekki beint sætu við borðið. Ég hef mínar upplýsingar koma þá í gegnum alþýðusambandið. Og það bara mikill munur fólkin í því að sitja við borðin og taka samtölin og vinna málin áfram og að vera utan við það sem að gerast í herbergjunum og fá svo að því fregnir mögulega mörgum dögum ef ekki vikum eftir að fundurinn samtali að sér stað. Það bara mikill munur. Þannig að kannski meiri ástæða til þess að vera bjartsýn en ég og ég einhverju leyti auðvitað bara, eða ekki einhverju leyti, ég bara vona það en til þess að svara þinni spurningum það hvort að við ætlum að setja fram kröfur eða ekki aftur, ég verð á þessum tímapunkti einfaldlega bara að sjá svo auðvitað það svo að samninganefnd Eflingar þarf að koma saman og það þá hún fari svo að forsendunefndin ákveði að samningar haldi ekki og það samninganefndarinnar að ákveða hvaða skref verða tekin af okkar hálfu. Ég get ekki ákveðið það hér einu sér. Það virkar ekki þannig. Já, það verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer. Nei, en ég held að þetta verði alveg tvísýn ákvörðun hjá Seðlabankanum 19. ágúst. Hvort hann En hann samt ekki búin að segja núna og þau alveg non-stop. En eiga Ásgeir og félagar að vera að horfa til einhver annar þátt heldur bara... Nei, alls ekki. Við reyndum og við tókum slag og þú veist, ég leti vinna fyrir mig minnisblöð og við fórum á dyftina í þær umræður við samtök atvinnulífsins í síðustu kjarasamningum hvort það væri hægt að setja einn forsendur það að vexti Seðlabankans myndu lækka eitthvað vist, annars myndu forsendur ekki standast. Það var ekki fræðilega möguleiki að koma því í gegn og allir skóla þá eins og stungnir grísir það að hér sé sjálfstæði Seðlabanki sem eigi ekki að horfa á neitt þá nema einhvern veginn, þú veist, út frá mjög svona þröngu hann áður ekki að láta hennu utanakomandi þætti á áhrif á þessu, hvort sem það komið frá verkefniseiningunni og stjórnvöldum. Þú veist, það það bæði stjórnvöld stundum sem hann láti ljósa óánægð sína og atvinnulífi líka að þeir telja Seðlabanki vera komin út í skurð með sína vaxtastefnu. Á þessum tímpum eru allir sem að láta það í ljós að þessu óánægð. Ég veit það ekki, ég myndi setja að það meira líkur á hann hækki, en mér veist ekki að fráleitt eins og kannski fyrir 2 mánuðum síðan að hann haldi vöxtum óbreyttum. Þótt að verðbólgan sé búin að þróast mjög leiðilegum hætti síðustu mánuði og haldist þannig yfir 5% ítrekkað allt þetta ár. Það sjáum við svona merki í allra síðustu svona 3 mælingum að sumt af því sem að drífa áfram verðbólguna að hjaðna niður. Þú veist, síðasta mæling var flugfargjöld voru að rjúka upp svakalega mikið síðan þessi blessaði hann að reiknaði húsalega sem hoppar og skoppar milli mælinga og hann mjög leiðilegt að sjá og hún sé að drífa áfram verðbólgu á sama tíma og við erum í ískaldan húsnæðismarkað og svona
einstaka liði sem voru að taka þetta upp á Við meðan erum ekki fara að reykja þá þetta samt, sko. nei, á meðan innlenda verðbólguþrýstingur hans að hérna og það þá líka svona með svona tvö góð jákvæð merki sem peningastefnan getur svona hort til að við erum að sjá ástaktin í launavísitölunni vera aðeins að fara niður. Hann núna að mælast 5,7 frekar 5,9% í maímánuði eftir að hafa verið nálægt 8% nokkuð langt skeið og þótt að þessi vissulega mikil svona hækkun á launavísitölunni meira heldur en verðbólgan þá þetta minnsta ásækun á launavísitölunni núna síðan 2020 og síðan sjáum við þetta bara ef þú horfir til þess hvernig atvinnulífið og almenningur að meta stöðun og framhaldið að svartsýnin á þeim bæjum hefur aldrei mælst eiginlega meiri. Stjórnendur í fyrirtækjum hafa núna held í 5 ársfjórðungi og röð þá eru minni en 20% þeirra sem segja þessi skortur á starfsfólki. Væntingar almennings væntingarvistir Gallup bara ég veit ekki að það er að fara Hann hefur ekki verið læri síðan 2009. Já, 2009. Já, væntingarvísitalan hefur ekki verið læri. Þetta segir okkur, þú veist, annars vegar sko að fyrirtækin ekki að fara í mikla fjárfestingar á næstunni, þau ekki að fara að ráða mikið á fólki, fyrir ekki að segja fólki og þessar svarsýn og væntingur á almenningi væntingar mæst það að þau að fara að halda sér höndum þegar kemur að neyslu. Ég sá Ellert Hannesson, fjármálastur Íslandsbanka var að tala um þetta, fyrirtæki var farin að slá fjárfestingum á frest og svona halda sér höndum. Hlöðversson fyrir Já, við sjáum það Hannesson. Já, fyrir ekki, ég bara mismælti mig. Nei, hann segir bara að fyrirtækin að fresta öll möguleg fjárfestingu ákveðnum sem þau geta og hann út af því að þau sjá að verðbólgan reynast rálægt og það svo mikil óvissa í kortunum framhaldið meðal annars hvernig framhaldið á kjarasamningum alveg vinnumarkaði muni spilast út. Þannig að þetta ég veit ekki peningastefnunefndina þegar hún kemur saman eftir mánuð og ákveða þetta vexti þannig að því að hættan þetta svo ef hún heldur áfram að hækka vextina að hún sé bara íta hagkerfinu ennþá meira á leið út í skurð og það muni brotna með ósköpum og að húsnæðismarkaðurinn eða réttar að segja byggingamarkaðurinn sem ég held að flestir hafi talsvert mikla áhyggjur af að staðan þar muni enda með ósköpum. Það finnur að það þúntið um hljóð þess að dana? Það eru 4.000 óseldar íbúður cirka og helmingun af því eru nýjar íbúður sem seljast ekkert. Þetta er umlegt ástand. Og það bara tikkar upp fjármagnskostnaðar hjá þessu og menn eru smá saman að henda frá sér skóplu og gröfum og hætta verkefnunum. Og á sama tíma og að ungt fólk kemst ekki í eigið húsnæði sem hefur líka verið sko þannig á þessu blessaða landa okkar að það hefur ekki auðvitað erfitt að komast í íbúð fyrir fólk sem hefur ekki mikið á milli handana og ekki með foreldra sem geta slæta til þeirra einhverjum milljónum en þetta var samt ekki þannig að það væri bara einhver svo fjarlægur draumur að komast í íbúð í fjölbýlishúsi að þú þyrftir einhvern veginn bara að gefa hann upp á bátinni kringum 30. Það var ekki svoleiðis og miðað við mörg lönd í Evrópusambandinu þá hefur íbúðaeign hjá ungu fólki verið bara mjög mikil þannig að þetta er líka rosalega mikil skaði sem bara verið að vinna á fólki vegna þess að ef þú ert látin festast í ástandi þar sem þú þarfst að borga mjög stóran hluta af þínu ráðstöfunartekjum til leigusala það gefur auðvitað þú ert ekki að leggja fyrir og þessi draumur verður þá bara sífellt fjarlægari og þetta leigumarkaðurinn er búin mjög mikið vandamál fyrir aðflutt eflingafólk og við erum búin að tala um það mjög mikið og mjög lengi og þessum til erum við núna að segja ok, þú ert verið að láta okkur fá einhverju leigubremsu svona komið í samtali það hvernig hún er útfærið en hún þarf að koma en nú sé ég með miklu skýrari hætti og ég að heyra miklu meira af því að ungt íslenskt fólk eflingafólk, fólk sem vinnur mjög mikið harðduglegt fólk sem ætti undir öllum eðlilegum kringumstæðum að geta og er búið að vera að leggja fyrir og ætti að geta komist í íbúð kemst ekki, er fast á leigumarkaði eða getur ekki flutt út frá foreldrum sínum og foreldrarnir eru þá líka verkafólk og geta ekki afhent börnunum þessa 15 milljónir þarf og þetta er líka bara mjög mikil breyting á íslensku samfélagi sem hefur átt sér stað og þarna ættu auðvitað ríkisstjórnin að setja fókusinn á frekar en að vera að fara með okkur út í einhver leiðindamál sem að fólk kannski var ekki endilega að biðja
meðan að til dæmis þegar ég hugsa tilbaka og ég var svolítið að reyna að rifja þetta upp með sjálfur mér núna í litla fríinu mínu, hvernig var umræðan í kosningabaráttunni? Hvað var verið að ræða fyrst og fremst það var ekki Evrópusambandið, það voru til dæmis húsnæðismál voru þarna alveg fremst í umræðinni og hvað höfum við séð gert í þeim málum? Ég bara verð að segja að það sem hefur verið gert svo lítið. Það ekki komnið margir pakkar. Jú, en ég menn þeir eru bara aldrei það sem þarf. Já. Þannig að mér finnst þetta þetta er mikið vandamál og því miður ekkit bjart sinna þessum tímapunktum að þessi nokkur einsta mannskja fara eitthvað að leysa þetta. Við sjáum hvað gerist í leikjafræði Seðlabankans 19. ágúst komandi og hvernig þessi hluti þróast og auðvitað í samhengi við þess að þú er aðkvæðustu og allt þetta. Ég ætla að fara út í annað. Eru þið útilegur fólk? Farið útilegur? Ég elska útilegur. Já. Fucking love it. Elska. Nei, ég get ekki logið því. Sko. Þú ert ekki mikill útilegur maður. Ég er ekki að segja þessi sjálfkrafa neikvar á það, en Ég og Sólveig eigum mjög margt sammeðlega, sko. Ég er mikill útilegur maður. Ég er mjög gaman útilegur. Ertu ekki, veistu alltaf að vera að selja eitthvað fellísi á Facebook? Nei, ekki alltaf. Ég seldi einu sinni. Seldi fyrir 2 árum, keypti með tjald. Þannig að miklu betra að vera með tjald. Já, við erum með bara stórt tjald, við miklu betra okkur heldur en í fellísi, sko. Þannig að Ég og maður með förum. Við byrjuðum svona 2016, þá var yngra barnið okkar orðin 16 ára. Þá svona fattar maður að byrja, þú veist, það að vera að drösla sko 16 og 19 ára með sér eitthvað frí ekkert endilega eitthvað alvinsalasta. Já. Og þá var svo, ok, fyrir okkur eitthvað að gera og við prófum og fundum og okkur svona ógeðslega gaman. Þannig að við þvælumst allt í tjaldi, bara lítið tjaldi og löppum bara rosa mikið og við erum bara að lúðast eitthvað. Mjög gaman. Og þá komum við þetta bara næsta dagsklið og við kíkjum þetta því við nokkri Ellingsen og komum okkur útulegu búnað það bæði föt og tjöld og allan annan búnað sem þarf, kæritöskur og hérna ullagamasjör, það getur verið nauðsynlegar. Prímus. Og það er svo gaman að setja í útilegum, setja í tjaldinu, þú veist, hvort sem maður situr á daginn og er að spjalla eða kvöldin inn í einhver forteldi að ræða hluti og það var eiginlega svona eitthvað sem að, svona, þú veist, hvað eigum að vera að ræða sem við erum ekki að ræða? Í tjaldinu eða hér? Við getum gert hvort ekki, en við skulum byrja hér. Ég og Maggi, maður minn, vorum í útlöndum. Við rættum svo fáralega og sjúklega mikið hvernig fólk var að hegða sér á netinu og hver væri ömulegur að kommenta og hver væri nýr óvinur og hver væri bara mesta fíblið og ég bara, ég var farin að skammast mín fyrir okkar hönd það hvað við gátum eitt miklu tíma í þetta en okkur fannst það bara svo gaman. Já. Við vorum alltaf ná í símanum bara og ég var alltaf, er einhver búin að segja eitthvað? Viti. Við komumst bara þeirri neðstu að það var alveg rosalega mikið til að alveg rosalega heimsku fólki. Já, það vissum við. Já, ok, ég tek þann boltum ótrúlega mikið heimsku fólki. Við munum halda áfram í útilegun að tala þetta. Já, ég sé bara við nokkur að Bullis, þeir eru búin að draga upp auglýsingu frá Ellingsen, það er tax-free af öllum vörum til 30. júlí, þannig að við minnum á það. Very nice. En hörður, hvað var ræðið útilegunni? Þetta var nokkur hausverkur hjá mér, Gísli, að reyna að koma með eitthvað. Þannig að ég eiginlega festist einhvern veginn í sama fari að þetta er eiginlega tengt Evrópusambandsumræðinni og þá svona að mínu viti heimsku fólki. Og það er þessi umræða sem maður skynjar í ámönnum sem er eitthvað svona nauðþykjurök fyrir að Íslandi er verið í ESB. Af því öll ríkin næstu því í kringum okkur er í ESB. Og af hverju viljum við ekki vera í ESB? Af hverju viljum við ekki kíkja í pakkan? Og það er eins og að þetta fólk hafa aldrei heyrt að hvernig hagsmunir ríkja er yfir skilgreindir. Hagsmunir ríkja er skilgreinast fyrst og fremst að landfræðilegu landsins og síðan hvernig grunngerð hagkerfisins og hvort það sé auðlundadrifið eða ekki og svo framvegis. Og það er ekki tilviljun að landis og Ísland ásamt til að mynda Noregi og leiðtogar þessara ríkja hafi aldrei talið það þjóna hagsmunum Íslands undanfarna árið til að fara inn í sambandi ólíkt öðrum löndum. Og ég held að það sé hollt fyrir fólk að rifja upp á hvaða ríki og á hvaða tímapunkti þau eruðu aðilar að þessu Evrópusambandi. Og reyna að máta það við stöðunum í dag og þessa umræðu knýjandi þörfa að Ísland gangi inn í ESB. ESB er stofnað af 6 ríkjum 58 sem eru mjög skýrt og háleitt markmið að baki þeim tilgangi að stofna til þess. Og það er komið veg fyrir að frakkar og þjóðverðar að drepi hvora aðra út í óandarlega. Og þess vegna reyna að koma
að búa til eitthvað viðskiptabandalag sín á milli og Stál- þétta raðina, kol- og kol- stálabandalagið, upphaflega. Í framhaldinu svona næsta stækkunarbylgja verður snemma á 8. áratugnum, ef ég maður rétt, þegar að Bretar og Írar í samfloti með þeim og Danir kom inn á svipuðum tíma. Bretar auðvitað bara held ég að augljósum ástæðum með þenn tíma, þú veist, einhverjir gamalt heimsveldi sem vildi að gera sér áfram gildandi í einhverju geopólitík og töldu sér þurfa að vera á vettvangi Evrópusambandsins til þess að geta til sín taka þar. Síðan fara ríki inn á 9. áratugnum, Spánn, Portúgal og Grikkland og ástæðan þar eru fyrir augljósar. Þetta allt sem ríki sem voru að sleppa undan oki fasismans og sáu þetta þörf á því að flýta fyrir því að ná fram einhverjum pólitískum umbótum, efnahagslegum umbótum, lýðræðislegum umbótum sem þau töldu sér geta náð fram á vettvangi Evrópusambandsins. Síðan koma Finnar og Svíjar miðjan 10. áratuginn og í framhaldi af því að þau fari svona í heildar endurskoðun og alls konar regluverki í kringum hagkerfið og margt í svona kringum stofnun umgjörna sína eftir stórar fjármála- og bankakreppu sem þau ríki urðu fyrir. Á sama tíma á hvað Íslandi þetta gerði ekki, Noregur hafnaði sínum hafnaði því, já, og ákvað frekar að það væri meira ávinningur því fólkin að fara inn í ES. Frá og með þeim tíma 95 sem eru þá 31 ár síðan, þá eru einu ríki sem er bestu við stóra stækkunar bylgjan sem kemur upp úr aldamótunum, 12 ríki í heildina, nánast allt saman ríki sem eru gömlu sovjetlýðveldin sem eru að fara inn í ESB samhliða því að mörg þeir eru á sama tíma að fá inngöngu NATO og augljós efnaðsleg og öryggisleg sjónarmið sem liggja þar að baki og eru að reyna að tryggja sig gagnvart Rússum fyrst og fremst þegar kemur öryggis- og varnarmálum að fá okkur að varna þar og síðan efnaðslega og lýðræðislega að hann komast á sama stað á Evrópuríkin sem þau voru ekki þeim tíma. Ekkert af þessu sjónarmiðum á við í dag. Evrópusambandið hefur gjörbreyst frá því að flest vestræn ríkin urðu aðalræði. Þetta var lauslegt efnahagslegt bandalag, hefur síðan þróast átt að vera miklu tengdara, með augljóst markmið að verða að stóru sambandsríki sem hefur meiri tök á sameiginlegum ákvörðunum allra ríkja og ég leyfi mér að efast það að til að mynda ríki eins og Finnland eða Svíþjóð, ef þau hefðu aldrei farið inn í ESB 95, heldur frekar orðið aðilaðar EES eins og Ísland og Noregur, heldur að það væri einhver knýjandi umræðu og þörf í þeim ríkjum að þau eru aðilaðar ESB? Alls ekki. Ég held ekki og ég held að það sé svona mikilvægt þegar við ræðum þetta að hann horfa í þannig bakspegil og líka þess að pæla í hvert samband er að fara þá leið. Ég myndi segja að ég mælu með að fólk lesi þýskan kall sem heitir Wolfgang, það skrifa S-T-R-E-E-C-K, og það búið fram Streik, eins og Cake, segir New York Times. Hann hefur skrifað mikið og hann er einhvers konar svona félagi og lærifæðir Söru Veganknekt sem að íslenski sósíalistar elska að hata því hún er ekki nóg vók allavega en hann er frábær kall og hann heldur út bara svona stuttri síðu og það er hægt að googla hann og ef að fólk hann er glasa bæknar eftir hann þá er ýmis viðtölu við hann og svona og hann einmitt er að tala þetta að þessa svona tilhneigingu Evrópusambandsins til þess að verða svona sambandsríki og hann segir að eini möguleiki landana alþýðu fólks innan þjóðríkjana er einmitt að koma aftur með völdin og með lýðræðið inn í þjóðríkin og að fólk eigi að nota tækifærin sem að sannarlega eru til staðar í því módeli sem þjóðríkið er til þess að vinna gegn ægivaldi nýfrjálshyggju og kapitalismans og ég mæli með að fólk sem er ekki svona endilega alveg hallt undir einhverja bara svona harða hægri pólitík en hefur gaman af því eða bara líka fólk sem er hallt undir harða hægri pólitík en hefur gaman af því að lesa klárt og skynsamt fólk sem er fært að hugsa með svona
kannski svolítið svona unorthodox hætti að tjekka á kallinum, hann Já. alveg frábær og sérstaklega hérna, þessar greiningar hans sem sagt það á hvaða vegferð Evrópusambandið hvers vegna það slæmt og hvers vegna venjulegt fólk á að leita annar leiða, finnst mér persónulega mjög sannfærandi. Sko, ef að því nú erum við hálfnum með þáttinn. Nei, hætti nú alveg. Nei, hérna, ef við setjum saman í Það er svo heitt, maður að flæfa einhver degja. þegar við förum saman Það er bara útilegu, þetta. að þá hérna, þá skulum við kannski fá greið kaldan og setjast aðeins í fortaldið og ræða málin. Eitt sem ég átt að spyrja út í, og sko, ég veit ég er opnað hættulega dýra þegar þetta getur ekki 2 tíma, en við erum ekki að fara að gera Svo heitt, ég mun aldrei endast í 2 tíma. Nei, sko, ég var með þátt í vikunni, við talum við Kristján Inga Mikkálsson gervigreind. Og það Nei, er þetta, sko. nei, heyrðu, það Hættu alveg. er húli, strákarnir, Ó. græja. Geggjað. Passaði bara að blása ekki á mikrofónin, það er ekki rók hérna í stúdíunum. Mér langar til að spyrja þess út í, sko, bara örstutt varandi gervigreindina. Þú veist, eru þú og þínir skjólstæðingar, þú veist, eru þeir hrættir við þá þróun sem er þess stað hvað gervigreind varðar Já. og áhrif á störf og fleira? Já, við höfum ekki, hérna, svo ég bara segi sattur eftir frá, þá höfum við ekki tekið mikið tíma í félagspólitísku starfi Eflingar til þess að ræða gervigreindina. Við höfum svona spjallað hana svona í og með, en við höfum ekki farið í til dæmis það sem að til dæmis Vaffer og fleiri hafa gert sem svo framtíðanefnd. sem að Er vera ekki bara velta aðra þessum- stjæstjættir sem er Já, eftir að hafa meira og svo held ég einhver svona Ég áttam á því að gervigreindin er ekki að fara að þrýfa hótelherbergi á næstu árum, en Nei. það getur samt komið Já, að því en kannski Sko, en eftir ég næstu 10 ætla ár. að segja robotar sem að eru- sjálfsögðu eigum við að vera að velta fyrir okkur hugsa bara sem flest og hérna við eigum að vera með stórt sjónarhorn og hérna reyna að anlýsa hlutina eins mikið við getum. En ástæðan fyrir því að við höfum ekki mikið verið að setja fókus á þetta bara að við stöndum frammi fyrir svo fjölmörgum miklum og flóknum viðfasagnum sem við þurfum að setja powerið okkar í að hugsa að tíminn hefur bara ekki verið þú veist þarna vegna þess að við erum að takast á við vandan sem að ræstingarfólk stendur frammi fyrir sem er algjörlega hrikalegur og þar blandast einmitt saman fjölmargar meinsemdir samtíma okkar og þess úrkynna kapitalisma sem við búum í þú veist við erum að takast á við starfsaðstæður leikskólastarfsfólksins aftur þar blandast saman hérna bara svona einhver gömul og hérna ömuleg gildi það að kellingar elski að vera með krökkum og í þessum bara helst að gera það ókeypis og svo auðvitað þörf atvinnurekenda til þess að vera með aðgang að ódýri pössun svo að fólki komast í vinnuna við erum að takast á við það við þurfum alltaf að vera að gera kjarasamninga Efling er að gera við erum alltaf að gera kjarasamninga ég held að við séum með ábygglega svona það byrja 7 milljón kjarasamninga í gangi bara hverju sinni ólíkt mörgum öðrum stéttarfélögum sem að basically gera kannski bara 1 eða 2 þú veist, svo erum við þetta bara að byggja upp félagið okkar við erum með mjög öflugt trúnaðamannastarf við erum að Þú ert ekki að reykja allt starf Jú, bara fyrst ég er þetta með mækin fyrir frammi en þannig að þú veist, við höfum bara verið að pæla í svo ótrúlega stórum og viðamiklum hlutum sem engin annar hérna er einhvern veginn að pæla í en að því sögðu þá að sjálfsögðu ber að taka þetta alvarlega og að sjálfsögðu verður fólk einhvern veginn að átta sig á því hvernig hérna samtíminn er staddur. Ég hef sjálf grínað mjög mikið það og sagt að fyrst alvörugreind, áður fram og gervugreind en ég er hætt að grína með þetta af því nú finnst mér þetta orðin svo lélegu brandari sko, vegna þess að þegar ég sjálf er farin að nota gervugreindina þess að ég gerir stundum þá finnst mér þetta ekki hægur lengur sko. En þú veist, ég veit samt skammarlega lítið gervugreind. Ég bara held einmitt að hún er ekki fyrir að passa börnin, hún er ekki fyrir að passa gamla fólkið hún er auðvitað einhver leiti að fara að skúra en það þarf samt alltaf hún er að fara að skúra og hún er að fara að flytja lagervörur og margt annað sem að en ég er svona sveiflast á milli og ég get verið, sko ég hef verið í því að vera mjög svona neikvæð og svona virkilega bara svona pessimistik akkvart þessu og ég mynda mér að þarna væri bara einmitt verið að ætti bara skipta út vinnuaflinu fyrir robota og það væri bara katastrófa en svo hef ég líka verið að hlusta á þessa marxista meðalans eitt kall sem heitir Vivek Chipper sem hefur verið að segja að við eigum ekki að velta okkur of mikið upp og svo eigum ekki að vera of taugaveiklað en ég er ennþá kannski svolítið svona on the fence ég á kannski aðeins eftir að gera upp við mig hvort ég á að verða alveg tjúl eða hvort ég á að reyna bara að slaka á og halda bara áfram að hugsa það sem ég er alltaf að hugsa sem er ekki gervugreindin Er ekki best að slaka alltaf aðeins á andarólega og í staðan fyrir að vera tjúl? Þú segir mér það. Nei, það er maður þarf allavega að reyna að ákveða hvað maður ætlar að tjúlast yfir og það þarf að vera góður málumlegar ástæður yfir í þeim að tjúlast Rammum þetta inn
Herðu, þetta sér hvernig kapitalismi virkar, sko. þá kom vöndun og búlis kom í lausnir. Ókipis. Þannig að þeir, Ókeypis. þeir greiði þetta, sko. Blæfingurinn er sem sagt alltaf ókipis. Herðu, Hótel Akureyri, hafið þið komið þangað? þú hefur gist Ég þar, varð með þér fyrir nokkru Við vorum þar saman um daginn. gleymaði það. Hefur þú gist þar? Vá, rosa smart. Þetta er svona, Þetta er svona boutique hotel. já, þetta er hérna, en bara á góðum verðum og með góður þjónustu og besta hótel á Akureyri. Sko, við höfum verið með svona dagskrálið, það sem að þú ert náttúrulega bara að mæla með, ég heldur að þú erum að telja byrja 3 eða 4 bækur. En sko, ég er með dagskrálið hérna í þættinu, þar sem að við förum á hótel á Akureyri og við setjumst í lobbyið eða förum upp á herbyggi, lesum góða bók eða horfum á góða bíómynd. Þannig ég hef beðið viðmælendur að mæla með bók eða bíómynd í þáttunum fyrir aðra hlustundur. Ef við setjumst á hótel á Akureyri, lesum góða bók, hvað það var að lesa? Já, ég byrja, ég hann að með þess að ætla að víkja eiginlega frá því sem þú baðst okkur sko Já. og mæla frekar með mögulega vegna þess að ég les ekki nægilega mikið af bókum og hann þess þá heldur horfi ég nægilega mikið á bíómyndir þannig ég ætla að mæla með hlaðvörpum Ok, með þess að 3, ok, er það lagið það? já. Ef þú fyrir hratt yfir sögu, svo. Ég finn Svo mjög við hratt í kapna ég- þetta inn. Það var í Nei, ég saðurasta hann að- bæjar þegar hún kapnaði með auðvaldsinnunum hérna í Það var stúdíunum. fræðilegt, sko. Já, af því hann að mikið að góðum hlaðvörpum í Íslandi, þjóðmál stendur það upp úr, en það er ekki mikið að svona hlaðvörpum sem er að bjóða upp á ykkur umræðum utanríkismál, alþjóðstjórnmál hérna í Íslandi og einhvern veginn hefur maður undanfarin 2 ár, 3 ár farið að þurfa kannski meira að fylgjast með þeim málefnum heldur en maður myndi æskja og þar eru mikið að góðum hlaðvörpum í boði og hann er svona 3 hlaðvörp sem ég langar sérstaklega að benda á. Tímariti Foreign Affairs sem á held ég 104 ára sögu heldur út í mjög góðu hlaðvarpi með vikulegum viðtölum sem er þar við svona stóru málefnin sem eru í hana deglunni hverju sinni í alþjóðstofmálum og síðan langar mér að mæla með þáttum sem heita Uncommon Knowledge sem The Hoover Institution Já, þekkt hugvita í Bandaríkjunum ég heldur röndum að úti hlusta á það. og heldur hindi Peter Robinson sem hann er spirit þar mjög góður og fær til sín svona, það kannski aðeins svona út fyrir að vera bara beintengt utanríkismálum en ég mæli sérstaklega með nýlegum þætti við hann Stephen Kotkin sem er prófessor við Princeton og svona sérfræðingur í rússnesku málefnum sem var daginn að ræða hvort að Bandaríkin séu ennþá til þess bær að leiða heiminn og svara hans svona já og nei og í þriðja lagi langar mig til að mæla með frekar svona nýlugur hlaðvarpi sem heitir The Spillover sem Council on Foreign Relations heldur úti og maður nafni Sebastian Malaby sem er hann fær þar gesti vikulega til sin cirka, tala straum á stefnur í alþjóðamálum og alþjóðlegum fjármálamörkum og nýjasti þátturinn eða nýlegur er mjög góður þar sem hann ræði Martin Wolf í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna svona, og er að setja svona stöðu Bandaríkjanna í dag í samhengi við stofnun og hversu vel hefur tekist til. Mjög gott. Var þetta ekki stutt? Jú, þetta var bara frábært. Við viljum vera bæði upplýsandi og skemmtileg og þetta var heldur betur upplýsandi og skemmtilegt líka. Á ég að segja eitthvað Já, núna? þú ert búin að koma með margar okkar bækur. þannig að Ég skal koma 2 hlaðvörp. Það er annars vegar ógeðslega fyndnir og skemmtlegir marxistanördar sem eru með hlaðvörp sem heitir American Prestige. Skemmtilega marxistanördar. Nei, þetta er var alveg reyndar bara í sig frábært og þeir fá til sín fólk og tala um allt mögulegt og fara líka svona í gegnum fréttir vikunar, mælum með American Prestige sem held ég að maður þurfa að borga áskrift alveg þess virði, segi ég. Svo er hann Vivek Tipper Marxistar sem vilja vera í kapitalismannum. menn þurfa að lifa. Já. Af Láttum við þekkja það. því að í kapitalismannum er ekkert ókeypis. Já. Þarftu bara að fá bara eitthvað rétt. fyrir vinnuaflið og heilan. Og svo er hann Vivek Tipper sem ég myndi sérna á, hann er með ágætt podcast inn á Jakobin podcastinu sem heitir Confronting Capitalism og þar er farið svona yfir hérna þessu mál og yfirleitt skemmtilegt og fróðlegt. En ein bók þá til viðbótar sem ég ætla að nefna sem er alveg frábær og ég mæli með að þá sem að vantar bók til að lesa annarkvort á þessu hóteli eða bara einhvers staðar í frí eða bara heima geri. Hún er frekar nýleg ævisaga Martin Luther King eftir bandarískan fræðimann sem heitir
Jonathan Eyre, hún heitir King Alive og hún frá held ég 22-3 og byggir meðal annars mjög mikið á þá nýbirtum FBI skjölum. Þetta er hún. Já, þetta alveg mögnuð bók. Algjörlega bara opnar nýja sýn hann sem var þetta stórmerkilegu maður og svo þessi síðustu kaplarnir FBI og rannsóknir FBI eða ofsóknir eins og þetta kallað á honum og hans samstarfsfólki líka algjörlega magnaður. Þannig að ég mæli með. Já. Ég mæli með fyrir Mjög fólk gott. sem að þú veist, einhvern veginn trúir á raunverulega gildi frelsis og einhvers konar lagalegs réttlætis í löndunum sem við búum í að skoða þessi bók. Heldur betur. Það eru í blá lokin. Sko það er tvent eftir. Hérna eru vinur okkur, að þið sko talandu gjafir, þú mátt alveg þykja þetta. Vinur okkur á löðri, þeir vildu gefa ykkur gjafabrif í bílaþátt. Keirið í gegnum sambustastöðunar. Þannig að hér fáið þið það, þannig að þið farið á hreinu bílinn í helgina. Ég læt manni minn fá þetta. Ég ígifta. Sonur minn fá bollan og maður minn fá þetta. Já. Þannig að hann keiri það bílinn í gegnum tóttastöðuna. Hann gerir það. Þannig að, og þú far hreina bíl. Lol, Á móti. gott. Herðu, síðan það vinir okkar hjá, eða sko, ég stunda það að labba milli gesta á Kringlunni, þar sem ég fer mjög oft og lætu vita svona hverjir að koma í þáttinn og Sófus og Kringlunni er svona misánæði með þetta, ég sé að trufla gestina en ég fór þangað í gær og sagði þeim að þið var að koma og menn voru mjög spenntir fyrir því menn voru aðra spennt fyrir að Sólveig Anna var að koma Ég skil það Nú finnst mér samt ekki hafa verið nógu svona fyndur og flesta spurningar þar voru, já þú er eftir að tekja eftir að bæta því en þú hefur samt verið það en flesta spurningar voru til hennar það kom reyndar í að drepa giftarspurning en þetta er kristilegu fjölskyldu þáttu þannig að ég kannski sleppi henni Nei, við viljum hinn hefðbundu gildi Já, þannig að við erum ekki þar Nei. en það eru samt ég eitt spurði bara hvort að Sólveig Anna og Hörður væri búin að slíðra sverðin Já, er það ekki augljóst bara að Jú, það er Var alveg ekki maður slíður okkar hér í dag hjólar. Hér er ekki frétt frá þetta er október 2010 nei 2018 fyrir ekki Já. var ekki gaman Sólveig Anna Já, hjólar þú varst eitthvað að segja, ég var Þetta var alveg stærsta skemmtileg. ógnin og- Já, ég meina ég leta. þið tókust nú Ég vitnaði T.S. Eliot ég endaði ég- pistilinn á löglinum T.S. Eliot ég sagði Ég við man eftir því, ég var að rifja þau Gísla að geða sko, hann meiri segja að þetta hefði verið til þess fallið að Jón Trausti Reynisson og öllum mönnum hefði séð ástæðil takast til varna fyrir mig. já, rétt. Já, það því að maður má ekki segja neitt um blaðamenn Já, einmitt, skýtlibarnir eru náttúrulega þar sko, bara eitthvað, já sko, ekkert er heilagt nema blaðamenn Oh Ég my tók þetta lord nærmir, það er mjög gaman af sko. Já, Já. Þannig að við erum bara ekki langrækja fólk Við getum Ég tekist á ekki, sko, ok, nú er ég alveg, ég var næstuð farin að ljúga, ég ætlaði að fara að segja en ég er ekki langrækin, ég er langrækin með sumt okay. og þá er ég alveg bara, þú veist, mun aldrei gleyma og aldrei fyrirgefa, en einhver svona pólitísk slagsmál eins og þetta, einhver svona ídólókar eitthvað að berjast, það er bara, mér finnst það skemmtilegt, ég elska pólitík og ég elska að rífast pólitík, þannig að það er bara eins og það er. Ég tegund með Sólunu þegar maður byrjaði að skrifa svona skólapistla og maður þetta reynir að vera dálítið ögrandi og höggva í einhverja sem maður og fær út af yfir sig skammir og hann sérstaklega komandi kjörum og stundum einhver skilabóð sko. Það var mjög svona frelsandi að átta sér strax að það snerti mikið neitt. Já Það gerir það mjög mörgu fólki. Ég var að ræða við Sólveigunni fyrir þáttun og spurði hver kemi og ég sagði Hörður Ægjesson fyrir hann til pennavinuðin þannig að Nei, þetta er bara hluta af þessu Þetta var, en þannig frétt sem við ættum ekkert að ræða það er Sonja Þorbergsdóttir að segja markmið með stytku vinnuvikuna hefur náðust. Það var mín næsta það er Goddamn, segi ég nú bara. það er í alvöru næsta spurning Aha, það var eitt sem spurði því hefur stytku vinnuvikuna gagnast einhverjum öðrum en ríkistarfsmönnum Það er sko jafn heitt hérna og í París í hitabylgjunni en ég ætla að segja að ég ber mikla virðingu fyrir Sonju Þorbergsdóttur, hún er kláraflott kona en þarna er hún nú ekki alveg að fara með rétt mál. Þannig að ef við til dæmis skoðum stöðuna inn á leikskólunum þar sem að stytting vinnuvikunar var innleidd í kjölfar kjarasamningana 2020 Guð hjálpi mér, ég var að hitta konur sem voru sko í alvöru að segja er ekki hægt að taka styttinguna tilbaka og ég sagði hvernig er þetta að klúðra málum svo rosalega
að þú veist, verkakonur í láglaunastarfi sem að vinna líka alveg andlega vinnu eru bara eitthvað, þú veist, ég vil ekki þessa styttingu og af hverju viltu ekki styttinguna vegna þess að í dagvinnunni var hún innleidd með þeim hætti að hún mátti ekki kosta neitt sem að þýtti það að við 3 vorum saman á deild að passa 20 börn, svo fórst þú í styttingu, þá voru við bara 2 saman, það kom ekki aflýsing og veikindatíðnin, hún hefur ekki minkað, eitt af stóru markmiðunum var að bæta heilsu og minka veikindatíðnin, það hefur ekki tekist fullt af vandamálum hafa bæst ofan á þá vandamál sem að þegar voru til staðar og við sagðum í Eflingu 2020 í kjarasamningsviðræðunum við opinbera það þýðir ekki einlega styttinguna inn í kerfi sem þegar komið að fótum fram án þess að það fylgi í peningar. Við auðvitað tókum þessa styttingu, við hefum svo sem ekkert neitt annað að velja, það var ekki okkar barátta en hún auðvitað bara komin í samningana en það ætla að halda þið fram að hún hafi einhvern veginn heppnast að fullu, finnst mér ansi langt gengið og ég ætla bara ekki að vera sammála því ég meina já, fyrir manneskuna sem stendur upp slekkur á tölvunni, auðvitað er þetta bara frábært þú bara ferð og þú ferð heim að þrífa eða þú ferð í klippingu eða gerir eitthvað á þessum hlutum sem að þú ert allt í einu þarna komin með auka tíma til að gera á sömu launum og þú varst með áður en fyrir fólki sem í þessum umönnunarstörfum því líkt vesen, því líkt vandamál og því líkt álag á þetta fólk, mestmengnis konur ég get ekki fallist á að það sé afstæða þeirra að þetta hafi hefnast vel. Það var annar gestur á Kringlukon sem spurði hvaða íslenska fyrirtæki finnst þér til fyrirmyndar. Þú hefur oft verið gagnrýninn á einstaka fyrirtæki og og því að við mótmæltur utan einstaka fyrirtæki og allt þetta. Getur nefnt eitthvað fyrirtæki sem bara til fyrirmyndar sem þú bara horfið til og hugsa bara þeir eru með þetta. Sko ég bara ekkert að velta mér rosalega mikið upp úr því. Ég meina, ég segi bara þau fyrirtæki sem ég heyri aldrei af sem að engin félagsmaður Eflingar kemur til félagsins vegna það hljóta bara að vera fyrirtæki sem eru að standa sig almennt ágætlega, þau fyrirtæki sem að fara eftir kjarasamningsbundnum hækkunum, sem eru ekki að koma illa fram við fólk, sem eru ekki að leita leiða til þess að auka vinnuálag á fólk til þess að ná fram einhverju hagræðingu eða til þess að auka gróðan hjá sér. Þau fyrirtæki sem að skilja að vinnuaflið er ómissandi og að þú getur ekki verið kapitalist og grætt nema þú hafið fólk í vinnu hjá þér. Ég ætla ekki að segja að þessu endilega eitthvað til fyrirmyndar en ég menn það eru bara auðvitað fyrirtæki sem að skipta bara máli í samfélagi og þú veist eru bara auðvitað partur af því þjóðfélagsskipulagi sem við búum í og þau fyrirtæki ættu þá í það minnsta að vera fyrirmyndafyrirtæki fyrir hina kapitalistana sem orðaða þannig. Já. Annars sem spurði Alla Sólveig Anna bjóðsfrönd sem fórst að ASI í haust. Nei, en ég ætla að bjóðum frá sem fórst að ASI. Já, og KSI líka. og svo fórst Íslands, nei, það ætla ég svo sannlega ekki að gera. Af hverju ekki? Vegna þess að ég formaður Eflingar og meðan að Eflingar fólk vill hafa mig sem formann þá ætla ég að halda áfram að vinna þar. Ég ætla samt ekki endilega að daga þær uppi en ég held að starfið mínu þar sé ekki lokið ég held að sé ekkit endilega sérstaklega eftirsóknarvert að vera forseti Alþýðusambandsins en kannski er eina vegumestu ástæðan svo að ég myndi aldrei nokkuð tíma ná kjöri á þingi Alþýðusambandsins fólk myndi frekar held ég sko bara sjálfs amputera og bara kveikja í sér Hver er þá að taka við þessu? Það aftur á móti hef ég ekki hugmyndum Manni sagt að það vilja ekki taka það sér Þetta er ekki mjög vinsælt. Nei, og líka það eru náttúrulega endalsa deilur innan félagana eða innan véband Alþýðusambandsins félögin að deila og fórustu fólki deilir en nei, ég þetta fólk myndi frekar bara, ég veit ekki hvað þau voru frekar tilbúin til þess að bara vera í einhverju kynsvalli í kjallarinn og Valhöll heldur en að kjósa mig sem forseta Alþýðusambandsins. Þetta kom fyrirsöndin á þáttinu. It's never gonna happen, sko. Aldrei. Alveg sama, þó ég hafi gert frábæra kjarasamninga, alveg sama þó ég hafi gert það sem ég ætlaði að gera, alveg sama þó ég hafi reynt aftur að sína, það er alveg eftir að vinna með mér. Aldrei nokkuð mann. Já. Þannig að bara do better. Það var ein kona sem stoppaði og spurði, byrju Sólveig að segja eitthvað sig sem við vitum ekki. Oh my lord, ég er búin að vera síkjaftandi síðan 2018 maður, holy shit þarna fórst alveg með það sem að, manneskja eins og ég sem er síblaðrandi og hefur verið síðustu 8 ár það sem að fólk veit ekki mig er augljóslega það sem ég vil ekki að fólk veit mig og af því leiðir að ég ætla ekki að segja frá því það er ágætt svið þar það kom ein spurning til Harðar en myndu bara þetta hraðaspurningar sko að því að við erum að kapna og hitta hérna inni í Epic stúdíónu það er
það var frétt á innherja síðustu viku það að lítil fjármálafyrirtæki var að draga saman seglin út og nú var þetta ásandi. Hvernig er það, hvernig staðan að því? Var þetta spurninga kringlukranni? Já, bara þú veist, og menn að velta við sér, já. maður velta þessi frétt fyrir sér bara, þú veist, að það er mikið af litlum fjármálafyrirtæki sem hafa verið að gera mjög góða hluti. Þau fara fækandi, þau eru frekar fá eiginlega eftir. Það eru minni fjármálafyrirtækin eða bara Agro, Verbrif, Fossar, Artica Finance. Þau eru að draga það saman segli vegna þess að árferði á verðbréfamörkum eðbú var umulögt undanfarna mánuði missir í ár og á þessu ári þessi fyrirtæki hafa meðal annars sína helstu tekjur að því að miðla meðal annars hlutabréfum og veltan að þeim markaði er búin að minnka á fyrstu 6 mánuðum þessa ás 45% fyrir utan að þetta bara gengislækkanir margar félaga þannig að þessi fyrirtæki hafa verið að segja fólki af því að launakostnaður á þeim þetta miklu stærra hlutfalla þegar tekjum heldur í samanburði við stóru bankana. Þannig að þau eiga svona oft fára annar að kosta völ heldur en að segja fólki þegar að harnar á dalnum þarna. Og það er svona ástæðan fyrir því þetta hefur verið að kvartanda því út alveg frá, ég segi ekki alveg frá fjármálrunni, en svona frá með 2014-15 að fyrirtækin hafa verið mjög almennt að fjármálagjörum óana með það að það gildi ekki sömu reglur íslensk fjármálafyrirtæki eins og í Evrópu varandi mögulega að bjóða upp á kaupaukagreyslur til þess að þau þurfi þetta bara gerist. Við Sólveig stiðjum það sé kaupaukagreyslur. Já, hún vil að sitt fólk sem er bónusa og alveg eins og í fjármálagjörunum. Og það er mjög þröngt vik að bjóða starfsfólki í verðbréfafyrirtækjum alveg eins og í öðrum fjármálafyrirtækjum bönkunum eitthvað kaupauka. Þannig að þá er það sveigjanleikinn til að og það hendur þetta á minni regluleg laun og möguleikin á umbun eða það myndi ganga vel en það er þá minni möguleiki fyrir þessi fyrirtæki að bregðast við þegar staðan eins og er núna á mörkum og hefur verið meira að minna undanfarin ár. En ástæðan fyrir því enga nýskráningar ástæðan fyrir því að venjulegt fólk vill ekki að þetta fólk fá kaupaukana er vegna þess að við viljum svona draga úr áhættuhegðuninni. Við viljum ekki svona aukan, þetta er svona ástæðan líka fyrir því að við viljum ekki að við séum að taka kókaín í vinnunni. Ég tekki alveg. Við erum ekki þú veist, með eitthvað svona einhverja gulrót hangandi fyrir framan okkur sem að þú veist lætur fólk hæða sér heimskulega. En svo ætla ég að segja þetta er líka bara svona þetta er bara eins og einhver svona marxísk greining einn og leið. En við viljum samt að menn sé að taka áhættur til að skapa störf munu óumflýjanlega hverfa vegna þess að stóru fyrirtækin hafa ríkjandi ég sé ekki rökun fyrir því að eitthvað lítil verðbréf á sjoppa eins og Agro eða Artica Finance eða eitthvað sem er með engin innlán inn á sínum sem er síslefnin innlán hana almennings það fylgir þessu fyrirtækjum engin kerfisleg áhætta að þau mega bara taka eins mikla áhættu því fylgir og falla með því að það gengur illa annað gildur stóru viðskiptabankana sem eru vissulega með innlán og það má alveg færa rök fyrir því að það séu bankana, eða bankareksturinn bankareksturinn fjárfestingarbanka og viðskiptabanka nei, ekkert endilega ég vissi það það gafst ekki vel í Bandaríkjunum á hvað 3. eða 4. áratu síðustu það er bara almennt ekki gefist fyrir 100 árum síðan þetta er bankakerfið bara mjög margt sem fjárfestingarbankastarfsemin sem partur af viðskiptabankunum er ekki endilega áhættu samstölu hluturinn sögulega séð hefur að frekar verið hefðbundna lánastarfsemin sem á lokum veldur meira erfiðleikum og lokum áfelli fyrir hagkerfið þótt að vissulega séu á því undanningar og 2008 var kannski svona frekar ábyrgandi undirtekning það var þetta margt annað sem ég held bara að bankastarfsemin breytast það mikið á næsta ári með fjártækni öðru að þetta skiptir ekki máli að hvað skiptir ekki máli? Hvort það sé aðskilið það? Nei, ég var bara að velta fyrir mig hvort þið vildu það vegna þess að þú veist, ég veit hvað venjulegu fólki finnst bónusana og kaupaukana og ég veit að ástæðan fyrir því að stjórn umræða sem þóldi först í hjólförum frá 2009-10 það er bara það stutt sem það gerðist svona í mannkynssögulegu samhengi að fólk þetta ennþá bara mjög ferskt í minni okkar og þetta er líka ástæðan fyrir því að stjórnmálafólk þorir ekki að fara í þessa vegferð vegna þess að almenningur er ekki að fara að taka því ég er alveg sammála á þeirri greiningu það er ástæðan fyrir því að það hefur ekki ennþá gerst að það hefur verið liðka fyrir kaupaukagreyslum í fjármálafyrirtækjum það er bara sömu reglur og voru síðan 2011 á meðan öllum ríki í kringum okkur heimila talsvert ríflegri kaupaukagreyslur það er engin stjórnmálamaður sem vill fremja harakýri hérna í Íslandi að opna á það að þetta verði
Það er staðan. Hvernig hefur þið fundist að setja þetta með okkur Bara mjög gaman, auðvaldsinnunum? mjög gaman. Þú fer hérna út Það var hlaðin ekki- það var gjöfum ekki rosa heitt, svo varð rosa heitt. Já, Og svo er mér búið langúkslega mikið inn á mataltíman en ég hef Þú náttúrulega máttir fá þér, Nei, það- ég hef mjög ástæð eitthvað svo, þú veist, hvað ég myndi suppa á mig. já, reyndar, þeir eru bæði í voruð ljósu ekki að skýrtum Fá og ykkur að leita eitthvað en illa. það hérna, við förum núna fram á og klárum þetta. Lúðurum í okkur. Herri, þú tekur bollan með þér heim, Já. þú ætlar að gefa, hvað, síninum hann? Já, Og maðurinn fær löðurs gjafafrifið. Ég er með súkkulaði fyrir þig líka frá nú á Sirius. Vá, nei. Ætlar að gefa það líka, ætlar þú að borða það? ég ætla að hugsa um það. Ég ætla að hugsa um það á leiðin heim. Já. Síðan hérna flaska af mosaginni, bara svo fínasta. Þú ræður hvort þú fer með þetta heim eða skristu eflingar, eða bara hvað þú gerir við þetta. Þannig að hún dráðst á þessu svo vilt. Þannig að njóttu vel. Hörður, eru ekki bara góðir? Ég er bara ánægð með Verður gjafadrifið mitt hérna mér refsa Já, þú grimmulega átt fyrir að hafa allt ekki saman. Ég veit. Nei, nú er ég svona á ég núna að segja nei því mér, ég get ekki tekið við þessu. Nei. Hvað er göfult við það? Ég bara passa að vera útstimpluð meðan ég er í þessum þætti. Já, ég ætla að segja bara ekki taka af mér gleðina að gefa hluti. Satt. Nei. Það er líka, Þannig að- þú veist, við erum bæði kristin Já, og það er svona enda kristinar Já, já. er að finna gleðina í því að gefa öðrum gjafir. heldur betur. Þannig að ég þá þykk þetta sem bara sannkristin einstaklingur Já. frá öðrum sannkristin einstaklingum. Já. Flott. Á þeim nótu skulum við bara ljúka þessu góða þetta, þegar ekki? Gott. Takk fyrir komuna, Sólveig Anna og Takk fyrir. Hörður, þeir sem hlustu og þeir sem horfðu, því ég segi bara góða helgi.